Já, komið heil og sæl og verið velkomin að tækjunum. Já. Bjóða fólk velkomin að tækjunum, ég veit ekki hvað það er. Nei. Bara eitthvað sem ég hef heyrt og segja það. En það er hörku þáttur í kvöld. Heldur betur maður. Chess After Dark, númerið er reyndar Getum ekki sagt á reiki. Það er no comment. Þannig að það er no comment þar. Við erum ekki alveg kláraði í hvaða tímar þetta kemur. Nei, ég verð á Spáni þegar þessi þáttur droppar. En burtséð, já, þú verður líklega Spáni, burtséð frá því erum við með hörku gest í kvöld, gestur sem við erum búin að ganga þess á eftir. Já, cable guy. Þannig eru þið bestir, sko. En áður við komum á honum, það var að kvikmyndaskólinn. Já. Skóli sem býður upp á, það var bara aðstöðu í Stúdíó Sýrlandi, tökustúdíó og hljóðver og fullkomna veistu, svo má einnig taka fram að ná með lánshæfti á Menntasjóði námsmanna. Já, það er líkilatriði, sko. Já, sko, Birkir, myndur þú segja að allir geti farið í kvikmyndanám? Já, að þá að finna eitthvað. Kannski er ekki allir góði leikarar, en ég meina framleiðsla, handritskrift. Leikstjóri, já, einmitt, algjörlega. Allavega að kynna sér námið, það rennur út, hvað er það, 10. ágúst, já. Já, akkurat. Og svo, kannski minnum rétt á Volt, fyrst við erum byrjaðir. Með heimsendinguna hamborgari, salat, matur, snirtifurur, bakkelsi. Já, Volt Plus. Já, Volt Plus, þá ertu ekki eins og að pæli hver heimsendingagjaldið er, sko. Já, svo erum við blómin og búðana og þeir eru með allt í þetta. Já, það er bara, Volt einfaldaði lífið, það er bara... Það er ekki neitt sem er ekki hægt að fá heimsend með Volt í dag. Nei, það þarf einhver að taka það út fyrir okkur, en að þætti kvöldsins. Það er Bjarni Guðjónsson. Bjarni er forstöðumaður fyrirtækja viðskipta hjá Vís, en að sjálfsögðu þekktastu fyrir ferilsinn í fótbolta og þá hefur hann einnig komið með að þjálfum. Vertu hjartalega velkomin. Takk fyrir. Og velkomin að tækjunum. Það er náttúrulega viðtækin sem fólk settist við í gamla daga þegar það var slökkt á sjónvarpinu á 50-skvöldum. Þá settist fólk útvarpið og hlustaði. Það var endalega þaðan sem þetta kemur hérna. Já, það er hlustendur örugglega að gera það núna. Hvernig liggur á þig, Bjarni? Ljómandi vel. Það ekki? Jú, takk. Já, eldtannar og glæsilegur. Já, hann er glæsilegur í dag. Já. Þetta er þegar maður stígur út úr fótboltaheiminu þá fær maður allt í einu fullt af tíma. Já. Og þegar venjulegum vinnudegi er lokið þá er þetta að henda sér á gólfvöllin á þess að hafa ágjörð að eitthvað annars sé ekki að rúlla eins og það á að rúlla. Þannig að tannið er eiginlega bara það, sko. Þetta er ekki full body tann. Hvernig hefur gólfið gengið svo farið sumar? Hreinskilið svar. Þú voru að taka þetta aftur, sorry. Ég heyrði ekki spurninguna. Já, hvernig hefur gólfið búið að vera í sumar? Já, gólfið hefur gengið bara vel. Það var smá brösut í byrjun. Ég fór í sveiflubreitingu og svona smá vesen. Sem er náttúrulega mistök að gera það á vorin. Já, þannig að ég hendinni og fór aftur í gömlu sveifluna og er ennþá að slæsast aldrei. En þú ert alveg fáru veikur gólfari, þú gólf mikið. Ég gólfa eins mikið og ég get. En svo fekk ég aðra dellu bara páskana. Já, góð della, þykist ég vita. Já. Býtu? Padel, takk, já. Og vorum á Tenu páskana og það var padelvöldu á hótelinu og það var gólf á mótnan á padel eftir hátti. Vá, það er koktel, maður. Það er rosalegu koktel. Já, það er svakalegu koktel og ég er ekki viss hvort meginn myndi fara ef við verðum að bjóða mér núna hvort við verðum að fara í padel eða gólf. Ég gæti meira sem bara valið padel. Það er svoleiðis. Þetta er rosalegt. Já. Og er ekki menn eins og þið ánægðir að það sé vera að opna fleiri padelvelli eða? Er ekki ómögulegt að fá tíma? Jú, við vorum með fastan tíma, við vorum í nokkuð góðum hóp, ég og Pálmi Rapp, og spilum móti Viktori Björka og Óskar Erni. Vá, það er 6:30 á þriðjudagsmótum. Shit, já, harðir. Hverju voru að taka þá leiki? Það var bara ég og Pálmi, þetta var engin spurning. Það var pínu óef, við vorum að hugsa hvort þetta maður rúlla þessu en svo fannst okkur að bara gaman. Það er nefnilega, ég er með þá kenningu, sko, að þeir sem ef það er bolt í þér, þá er bara bolt í þér, sko. Já, ég held að sé pínu svols. Skilur þetta eins. Það á ekki golfið, sko. Ég var alveg sér frábæra fótboltamenn sem geta ekkert í golfið, sko. Hvað ættu með í forgjöf? 10. Já, hörku kylfingur. Það kemur nú lort. Já. Sko, ertu með eitthvað plön? Ertu búin að plana sumarfrí? Ég er með yngsta drengi mér núna í gangi gegnum svona, þannig ég er alltaf í því síðasta sem ég geri. Nú er ég alltaf að taka þátt í síðasta N1 mótinu, síðasta orkumótinu og svo framvegis og hann er að fara hérna á Helsingi Cup og það er svona, sannlega næst síðasta skipti sem ég fer þangað en þannig að ég er að reyna að grípa öll þessi móment núna og fylgja mig. Mér fannst þetta ekkert svakalega skemmtilegt í byrjun en svona eftir því sem maður eldist og eitthvað þá einhvern veginn verður þetta skemmtilegt. Hitta fullt af fólki, tala fullt af fólki fótbolta og eitthvað og sjá og svo bara óbúslega gaman að fylgjast með
krökkum í fótbolta eða í íþróttum, svona almennt. Ég óbúslega gaman að ungu krökkunum sem eru að spila golf út á Nesi, frábært starfi, yngri flokkunum út á unglinga starfið á Nesinu, frábært að fylgjast með þeim krökkum hvernig þau þróast og meðtækilega og þetta bara, ég er rosalega gaman að því. Já, geggjað. Byrjum bara á svona, við ætlum að taka þetta í öfuru tímaröð, við erum dálítið hrifnir af því, fengum náttúrulega bróður hans í þáttinn fyrir einhverju síðan, þurfum að loka hringnum bróðum, búin að vera líka keifulgæða Jókalla, sko, hann lítur að koma einn daginn. Sko, byrjum á til að hamingju með nýja starfið, það er nú ekki það nýtt starf lengur, en yfir fyrirtækjaráðgjöf Vís, hvernig fyrstu vikurnar á mánuðin búin að vera? Þeir eru búin að vera alveg ofboðslega skemmtilegir og alveg ótrúlegir. Ég var alltaf svona, blunda alltaf, eða sem sagt, var alltaf pínur hræddur við það að ég myndi sakna þess að vera ekki í fótbolta. En eftir kannski hafa verið komin á bólakafa að þá var rosalega gott að komast út og fyrir inn í Vís og Vís er gjörbreyttur vinnustæðar frá því var það síðast. Það er rosalega sóknargýr í öllu félaginu sem að henta svona keppnismanni mjög vel. Þannig að við erum að keyra markaðinn og það gengur vel. Ég vinn með alveg óbúslega hæfileikaríku fólki. Hópurinn sem ég vinn með svona dagstæla er frábært, þannig að þetta er ég bara eiginlega gæti ekki haft það betur í vinnunni. Já, gott þannig að vera. Er ekki fellow Skagamaður í stjórnanda, Ásgeir Eikfjörð, er ég að bulla núna? Jú. Já. Þá hef ég engar áhyggjur. Nei. Þannig að þú er ekki hugsað bara, myndir örugglega aldrei þóra að segja, en þetta var hárrétt ákvörðun? Já, þetta var það er ekki spurning. Þetta var hárrétt ákvörðun. Þetta var orðið að mörgu leyti mjög erfitt og þegar maður er svona andum einhvern hlut og hann finnst þetta einhvern veginn ekki vera að snúast og farið það átt sem maður er að vonast eftir og einhvern veginn í daglegri baráttu við það að koma hlutunum í réttan farveg og það gengur ekki betur en kannski það gerði og peningaáhyggjur, aðstöðuáhyggjur, leikmannaáhyggjur, bara allt þar fram til götunum, það þyngist það svona hægt og rólega og það verður rosalega þungt. En þannig að mér fannst best á þessum tímapunkti með þetta tilboð að koma frá Vís að það væri rétt fyrir mig og ég er ennþá sannfærður að það sé rétt skref fyrir mér. Heldur betur, geðið starf til hamingju. Sko, ég byrði hlustendur afsökunar ef ég er að fara fram og tilbaka, sko, að því að ég var að lesa í undirbúningi fyrir þáttinn, sko, þegar þú ferðan til Svíþjóðar, þá ertu að tala um að það hefur blundað eitthvað þjálfun og þetta er ekkit svo langt síðan, 21 eða eitthvað slíkt. Þá fannst mér eins og hljóðið í skróknum væri bara að þú væri að fara að deyja á þessari fótboltahillu, sko. Já, það var þar. Og bara var þar alveg 100%. En einhvern veginn í gegnum bara, þetta er eiginlega bara í gegnum allan fyrir minn. Hlutin er einhvern veginn koma til mér mikið fyrir heldur en ég er kannski búin að gera ráð fyrir þeir komi. Bæði það ég byrja að spila ungur í meistaraflokk. Ég fer náttúrulega snemma út. Svo verð ég snemma þjálfari. Ég er ungur þjálfari, svo verð ég alltaf gamall þjálfari og svo þegar ég fer til Svíþjóðar og ætla að gefa þessu svona almennilega inn að það náttúrulega tökum við smá tækifæri og launin með U19 í Svíþjóð. Já, frábær. Já, þetta er ekkert eitthvað sem að þetta bara svona skrölti áfram og var ekkert að fara endast til langstíma en þá var nú svona markmiði hjá mér að reyna að koma út og þjálfa úti. Og svo kannski 15 ára setna að koma svo aftur heim og þá jafnvel að geta orðið þá framkvæmdastjóri og þá einmitt hjá KR. En svo þegar ég er búin að vera í 6 mánuði úti þá er mér bóðið að koma heim og taka af KR sem framkvæmdastjóri. Og ég sagði bara, þetta er starfið sem ég ætla að eldast í og fara í og er þá ekki bara alveg skott að fara heim og fara í það núna og vera þá bara í 25 ár þá til ég hætti að vinna. Og það var alltaf stefnan þegar ég fór í KR. Já, er ekki líka með fulli virðingu frábært U19 Norrköping en þegar KR þinn klúbur kallar, viltu vera framkvæmdastjóri? Kannski varst fljótur að taka ákvörðun eða hvað? Já, það tók ekki langan tíma, það var alveg rétt. Og það var og þetta var draumastarfið. Það er bara svoleiðis. Já, við erum ekki minna tryggingafyrirtæki að sponsa okkur, þannig að verðum við ekki að hvetja all fyrirtæki til að heyri Bjarna Guðjóns. Tryggja sig á Vís. Já, það er bara ekki spurning. BG at Vís. Já. Út ungur aldri, alls ekki sammála sitt gamall þjálfari. Ég var sko gamall 19 ára þjálfari. Já, reyndar, já. Heldur þú snúir aftur á völlin á Skilagoði? Já, ég þarf ekki að segja nei, en ég er komin á bara óbáslega fína stað og með gólfið og padeli með mér þá var ég keppni þar við alls konar menn náttúrulega sem eru í kringum mig og konur og þannig að það er já, ég er allavega ekki að leita mér að starfi. Nei.
Ég í opinberri leitastarfi. Sko, Kaldamenn vilja mig tala eins KR og ég veit að núna sperri því eyrun og fleiri hlustendur. Sko, fyrst, við vorum að tala Kalda hérna fyrir þátt, hvað þinn uppáhaldsbjór? Bjarni nefnilega með alls konar móla, sko. Já, ég engin bjórmaður. Nei. Ég svona, ef það ekkert annað í boði og það á að vera að hafa gaman, þá þú veist, Það var þannig hjá okkur í kvöld. Já, læti mig hafa það. En hérna, ég samt smakkaði besta íslenska bjór sem ég hef smakkað. Smakkaði ég mitt í Verksmiðju Kalda. Já. Og þá vorum við í Ósuferð á Norðurlandi og ég held að Balli sig hafi verið að sjá ferðina. Já. Og við fyrir sætt í Kalda og í Verksmiðjuna og þar ég held að það hafi verið einna eigandun og kona sem verið að fara með okkur gegnum Verksmiðjuna og hún fer að einhverjum stórum tanki og smakkið þetta strókar. Og ég fæði þarna einhvern bjór og eitthvað, ég bara, wow, hvað er þetta? Þetta er ekkit, já, nei, þetta alvöru bjór, þetta ósíðað kaldi. Já. Sem þá ekki gerast nefndu bjór, það alveg feskur og mikið svona léttar allur. Og þetta alveg bjór sem ég gæti hugsa mér að drekka oftar. Já. Við hvetjum líka allar hlustendur til að drekka nóg af Kalda. Já, ég bara kom og smakkaði þetta beint að kunni þarna hjá Kalda. Já. Á Áskoðarsandum. Já. Var gjafaleikurinn klár? Það alveg að vera klár. Já, alveg að klár. Sko, talandi framkvæmdastjórastöðuna, mér langar að spyrja að þú náttúrulega búin að vera í skúlingunum í KR, búin að vera þjálfari, aðstoðarþjálfari, örugglega bókari og eitthvað fleira. Viðbröðin að fara frá því að vera leikmaður, þjálfari, aðalþjálfari, aðstoðarþjálfari, í að vera bara komin á office 9 to 5 þannig to speak, mikið viðbröð? Þetta er bara í full on rekstur? Já, 9 to 5 náttúrulega. Ég er eiginlega vissum að fá engan framkvæmdastjóri nokkuð félag á Íslandi til að samþykkja það hans í 9-5 vinnum. Okay. Þetta er allt einhvern veginn miklu meira. En að samaskapi, þó ég hafa aðeins verið að barma mér hérna yfir því að það hefði verið þungt í KR, en það voru svo óbóðslega margir hluti sem voru rosalega skemmtilegir. Og það er náttúrulega svoleiðis gengur þetta, út af því að hæðirnar eru svo óbóðslega góðar, en læðirnar á samaskapi verða rosalega þungar. En það var mikil breyting, en þú ferði einhvern veginn úr því að vera leikmaður og svo að vera fyrirlegur leikmaður og svo þjálfari og svo þjálfari aðstoðarþjálfari og svo framkvæmdastjóri. Það einhvern veginn bara stækkar hópurinn sem þú þarft að fá áhyggjur af og passa upp á þessi lagi. Þegar þú ert leikmaður einn fyrst, þá ertu einhvern veginn bara að hugsa sjálfa að þú mætir rétt tíma og borðir rétt og hugsa vel þau og svo framvegis, svo fyrir að vera fyrirlið, þá fyrir aðeins að pæla meiri hlutunum í kringu og eitthvað svona. Svo verður þjálfari, þá áttu allt í 20 börn. Og þarf að passa að allir sofi rétt og borði rétt og hægi sér vel þegar þeir fara út að skemmta sér og svo framvegis. Hvernig gekk það? Passa upp á það? Það gekk bara nokkuð vel í langflest skiptin. En auðvitað stíga menn náttúrulega alltaf einhver staðar, einhver feilspor og fara út af sporinu kannski hér og þar, en almálið að sé ekki endurtekin brot að þá svona sætta menn sér nú við það ef einhver að gera einhver smá mistök. En svo þegar þú eru framkvæmdastjóri, þá áttu ekki bara 20 börn, heldur þá áttu líka orðið þjálfarahóp og allt þar sem fylgir í kringu það og þarna þarf öllum að líða vel og þarna þarf að passa upp á allt gangi og þannig að hópurinn bara stækkar og stækkar eftir því sem tekur meira ábyrgð á því svona íþróttafélagi. Já, hvort er skemmtilegra? Vera involverar á vellinum eða á office? Skemmtilegasta starfið er náttúrulega að þjálfa. Já, það er þannig. Já, ég held að skemmtilegast sé að vera aðstoðarþjálfari. Okay. Þá færðu bara þetta að fara og vera með og láta gott að leiða með einhvern hópa, einhvern strákum út á velli og leifir þá þjálfaranum að sitja uppi kannski með svona meira ágjörnar. Svo sestu bara nefnir þjálfaranum sem mér að leiði að vera svona. En sem aðstoðarþjálfari þarf aldrei að lifa með ákvörðunni. Það er alltaf þjálfaran sem lifa svo með ákvörðunni. Hvað varst að pæla þetta? Já, en það er að samanskapið þá líka ef þetta gengur allt upp sem þú ert að leggja til og þjálfaran fylgir öllu, þá er enginn sem, aðstoðarþjálfaran, góður. Það er allt frá Bjarnar, sko. Já, það er ekkert af þessu. Já, nei, en það er ekkert oft sem það er svo sem gerist, en þetta, ég held að það sé svona giggi sem er skemmtilegt. Árið með Rúnar í KR voru frábær. Já, sko, talandi að vera, en fer það samt ekki dálítið eftir hver er aðalþjálfari með þér, eins og ég hugsaði til dæmis, við erum að vera að tala eftir Óskar Hrafn sem er einn af okkur allra bestu þjálfurum og við Bleikar kunnum honum alltaf bestu þakki fyrir þann tíma sem hann gaf okkur, ég gleymi þessu aldrei. Heldur að sé til dæmis ekki, sorry ég segi þetta, en þarf hann eitthvað með sér? Óskar? Já, getur hann ekki bara tekið þetta einn? Jú, ég held svona að langstæðstu leiti þá gera það sko. Ég hef nú ekkit eitthvað fylgst mikið með æfingum einu og einu svona hér á Stangli og náttúrulega þegar hann tók við fyrst liðinu síðasta sumar. En Óskar getur gert þetta allt og þetta er það sem íslenski þjálfarar hafa.
út af bara umhverfinu sem þeir alast upp í og komast að þá bara þekkingin og reynslan sem þú þarft að geta gert allt. Þarft að geta verið styrktarþjálfari og láti liðið hlaupa og svo þarft að geta hugsað vörn og sókn og föst leikættur og gert þetta allt saman. Þetta hefur vissulega breyst mikið bara á síðustu 5 árum og staðan sem Víkingarnir eru búin að koma sér í náttúrulega frábær með allt liðið í kringum liðið sitt. En þannig að reynslan og það sem Óskar náttúrulega hefur og hann getur gert þetta allt líka. Það eiginlega punkturinn síðan. Getur ekki tekið eins og í Prem og svona talaðum, ég var að heyra í síðustu viku Hans Postecoglou, hann mætti bara á æfingar á föstudögum, svo var hann bara á skrifstofunni, Ferguson talaði svipa, þetta virkar ekki á Íslandi eða hvað? Nei, þetta virkar ekki. Martin O'Neill sást bara á föstudögum. Það ekki? Svo heit hann aðstofamennar þeir eru alltaf, heyrðu, svo þessi búin að góða þessi og ætti botta að fara, nei, strákmann, hérna liðið. Það var ekki búin að sjá henni einustu æfingu og mætti bara að segja hvernig liðið var á föstudegi, sko. Þannig að þetta gerir ekki Íslandi. Eitt sem ég langar að spyrja að Bjarni, þú talar aðstöðumálun á hann, sko, maður sá einhverja skóplustungu þannig fyrir, veit ég hvað séu nokkri mánuðir eða ár síðan eða hvað sem er. Hvernig eru aðstöðumálun núna? Er þetta eitthvað að mjakast? Já, völlurinn allan að lítu vel. Nú ég að tala bara sem aðeins sem keyrir fram hjá gáfursvæðinu. Þú veist, þetta er engar bara áður en að þú fórst líka. Engar innherju upplýsingar sem að ég er en það er allan að völlurinn virðist vera að taka á sig nokkuð góða mynd og það er komin að hitalagnir og ég held að sé vera að fara að setja púðan. Það er að segja gummipúðan sem er undir gerðugjörsunni og þá þegar það er komið þá náttúrulega langt í land og það væri náttúrulega frábært ef það væri næðist að spila á meistaravöllum í júlí. Það væri frábært. Ok, en það er ekki bara það sem er aðstöðunni í KR eða hvað? Nei, og svo er verið að svo á að byggja Er þetta ekki alveg sprungið? Knatthús, jú, þetta er alveg sprungið og þú veist, fleiri Karvan líka er í vandræðum, Karvan er í miklu vandræðum með aðstöðuleysi og svo eru náttúrulega 9 aðra deildir í KR sem allar eru eitthvað stað við og dreifið Vesturbæinn og jafnvel lengra meistaraflokkur KR í rafíþróttum var rekinn frá Akureyri bara, þú veist, þannig að dreifingin var einhvern veginn svoleiðis. Jú, þannig að aðstöðumálin eru mjög brýn. Hvernig var samtalið við borgaryfirvöld þegar þú veist þetta, sko, að því að við sjáum núna að Valkyrjurnar voru að draga úr styrknum sem að KR var úthlutað. Ég tala nú bara að þetta sé tímabundin tilfærsla en maður veit nú hvernig það er, sko. Áttirðu gott samband við Reykjavíkurborg? Náttúrulega borgin er bara í erfiðum rekstri og maður er kannski alveg að reyna að skilja það líka ekki heldur bara að vera þykjandi í þessu, maður skilur alveg þingslinn í borginni og þetta er bara risastórt fyrirtæki sem verður reka og það er illa rekið. Peningarnir leka út í alls konar vitleysu hér og þar og fólk oft fattar ekki hversu mikil áhrif íþróttirnar hafa og ekki bara Reykjavík en það verður samt að segja sem svo er að sveitafélagin í kringum okkur þau standa þéttar á bak við íþróttafélagunum sínum heldur en Reykjavíkurborg gerir við félaginu Reykjavík. En hún er þar alveg er reyndar þegar hún þarf að gera eitthvað þá er alltaf 7-8 félag sem þurfa að fá raunverulega það sama. En við náttúrulega verum með fjöldan í borginni til þess að bera, ættum að hafa það. Já, líka KR ætti að vera með langt bestu aðstöðun á öllum liðum í Reykjavík. Það eru stærsta félagið, en það er alls ekki stað. Sko, stærsta félagið á hvaða mæli hverja? Bara titlar. Já, það er náttúrulega þar sem borgin pælir það má ekkert heita neitt afreiks í neinu sem borgin er að styrkja að gera þannig að það er fjöldi iðkinda sem að telur þarna. Þú sýndir ef ekkert plakata 25 Þetta er eitthvað miskilningur Skiljið ekki hvað er að segja nei Sko, nú ert þú á gamla skólanum Bjarni, felldur þú tár eða varst þú kannski inn í ákvörðun að fara inn á Gerðugras? Nei, ég var nú ekki nei, en hún var nú svona nokkurn veginn tekin, það var ekki búið endalega að taka hana. Nei, sko ég var náttúrulega alveg grjótarður á móti þessu og bara þegar Stjarnan kom með þetta fyrst ég var bara guð minn almáttur, hvað er þú veist hvert að fara? Já, hvert fótboltinn að fara? Já, en staðreyndin er samt svo að langflestir vellir í Íslandi eru illa uppbyggðir. Nú var verið að byggja upp Laugardalsvöllinn aftur og F-fangar hafa byggt upp æfingarsvæðið sitt eins og fótboltavöllur áður uppbyggður. Og það verður fróðlegt að sjá hvernig þessi vellir koma til með að vera í framtíðinni en þessi hybrid pæling hún tryggir það ekki að við spilum í desember og november og janúar og februar á þessum völlum það er langt frá því svo ef við þá förum bara út í þessa velli sem við erum að berjast við að halda út í hérna á sumrin og nýtingun á þeim að þá eru þeir ekki góðir. KR-völlur var allir góður í júlí og svona við farum í miðjan ágúst þegar fór að rigna og þyngdist hann svakal og bleitan satt alltaf óbúslega mikið í honum
Þannig að því að allt umtalum það, já, byrjum, hvernig nú að selja út gervigrarsleikmenn, ætlum við bara með gervigrarsleikmenn. En Skandinavíu full af gervigrarsvöllum, allstaðar. Og svo þá byrjum enn ef ætlum við að selja til Hollands eða Englands. En þá rökin sett núna í dag þau, eða finnst mér vera þau að gervigrarsvöllur miklu líkar heldur en allir æfingavellir og keppnisvellir í Englandi. Já. Að því við erum á hálfgerðum túnum að spila hérna heima. Já. Nú eru tveir, ég er búin að tala um 2 vellir sem verða hugsanlega betri og vonandi flottari, Laugardalsvöllur, nýr og æfingasvæði hjá FH. Það svona verður gaman að sjá hvað gerist þar og hvernig þróun á þessu verður, en nýtingin öll á hinu mikið, mikið betri. Já, við sjáum það líka bara aðstöðumál eins og Þórsvöllurinn í Eyjum, það sem var með hjól, fyrir skáta sem að horfa á þessu deild er bara, hvaða grín þetta? Já, hugsaður að setja og fá langar að segja vídeospil, fara á Væskátt og sjá vídeo frá þessum velli og bara býtu það lítur að vera þessu deild þetta er ekki besta deild. Nei, en það sem að við erum svo sem að lenda í deildin að hún alltaf að verða rangur neðar og neðar. Sjá þetta bara strákur sem fara út. Strákurinn fara út eldsnemma, eða það sem bara leiða verið 16 ára, þeir sem eru sína eitthvað potential, þeir fara flestir út þá. Margir koma aftur tilbaka og þurfa svo að reyna að sanna sér upp á nýtt og þá eru það og nú bara eru það miðlungslið í Skandinavíu oftast sem að sækja enga leikmenn. Þú sér ekki Rosenborg, FCK koma að sækja 20 leikmenn, ekki mikið að því. Þetta gerist þetta eitthvað staðar inn á milli og eitthvað en bara þegar ég fer út, þá fer ég út í liði sem var í öðru sæti ensku úrvalsdeildinni árið áður en ég fór út. Eður Smári fór í PSV. Þá var alveg verið að horfa hingað úr þessum áttum. Já, Guðni Bergs, Tottenham. Já, og þú náttúrulega margir þar á Ásgeir fór til Þýskalands og þú veist, en svona fljótlega eftir þetta, svona í kringu 2000 og svo þegar lengra líður inn í 2000 að þá bara fækkar því að við förum í stóru deildirnar. Og það verið að sækja okkur í minni deildirnar og náttúrulega sérstaklega að fara fyrr og svo náttúrulega komast áfram. Auðvitað við fullt af strákar sem komast áfram eftir að fara út ungir. Ekki gera, þú veist, það er frábært og það má ekki miskila það. En deildin sem slík, hún ekki að búa til 16 ára stráka. Það eru félögin og þú veist, leikmennir náttúrulega sjálfur, það er stóran þátt, en deildin skilar ekki út 16 ára strák til FCK eða Nösuping. Já. En þá velti ég fyrir mig þegar þú segir að deildin sé alltaf að ranka neðar og neðar, en nú sáum við Víkinga komast í þessa útsláttarkeppni í sambandsdeildinni, vonandi gera Blikar það sama. Það hefur engin áhrif, eða verður samt að lækka? Já, sko, það að Breiðablik komast í riðil og svo Víking komast í riðil, það ákvörðun sem að, er náttúrulega stórlítið tekin hjá UEFA. Já. Þegar UEFA ákvörður að breyta fyrirkomulaginu í Evrópukeppni. Það er að segja að það er bara sagt að það verður búið til Champions Path og meistrar í hverju landi það verður að vera risastórt áfall að þeir komast ekki í riðil. Já. Það er að segja að það verður að hugsa hvernig dreifa peningunum niður og betur í félögin á þess að þau séu að borga pening, þau upplifa þau séu að vinna peningana. Og þetta ákveðið í UEFA. Þannig að þegar þú verður meistari, alveg saman hvað deild þú þá alltaf að enda, þú tapir öllu, endar í umspili. Já. Sem náttúrulega þannig að skilji hvað að fara. Já, þannig að UEFA hjálpar þarna. Jú, auðvitað varð svo Víkingur að gera það sem þeir gerðu til að komast í útsláttarkeppnina. Frábær árangur. Og þetta hjálpar alveg til. En hver á meðalaldurinn á Víkingslinu sem var að spila? Já. Hann hefur verið 30 ára. Og það bara, þegar skátar frá skýrslur og þá bara, heyrðu, á meðalaldurinn 30. Nei, ég þarf ekki að fara að horfa á þetta lið. Nei. Eitthvað þannig? Já, það eitt starf. Já, ok, ég vil þá fá kíkt á hann. Meðalaldurinn í Skandinavíu 23 held ég. Já. Jafnvel aðeins niðar. Ekki líka bara einu deildirnar í heiminum sem spila ekki á ungu leikmönnum kannski íslenska deildin og tyrkneska og kannski sátideildin? Jú, ég bara ekki alveg með á hreinu en þetta bara svo galið í sérstaklega svona umhverfið sem við erum í hérna heima að það láti enginn álfurinn í vaða í að gera þetta. Af því að það lið sem lætur og endar álfurinu vaða í þessa baráttu hvert haldið allir ungu strákar sem ekki eru farin út 16 ára vilji fara. Þeir vilja fara í þetta lið sem að spila ungu strákum. Já, og þá erum við í Vesturbænum. Þetta það sem Káir að reyna að gera það hvað? Já, þegar ég kem heima þá förum við það að reyna að breyta þess og meðalaldurinn í hópnum var þarna milli ára held ég 29 ár og við settum okkur það að fara með henni 24 ár, hann fór í 24,8 sem að var reyndar svona vonum framar. Starfið, ég veit bara ekki hvað Óskar með þetta en það sem flott í Káir í dag að það að koma lína í gegnum allt, það að koma betri yngri flokkaþjálfarar og þeir að vinna sín málum rosalega vel. Hugmyndafræðin skýr
og hún þarf að vera skýr og það er annað sem að mér finnst að fleiri íslenski þjálfarar megi tilenga sér að vera með skýra hugmyndafræði bara fyrir hverju stendur þú sem þjálfari og því miður þá höfum við ekki nógu marga sem að ég held að sé með það algjörlega á hreinu og tala oft um það ég verða bara ákveða það þegar ég sé hópið minn og liðið mitt en hugmyndafræði fyrir leikmann, fyrir þjálfara fyrir ekki snýr ekki það hvort hann sem 3 eða 4 eða 2 framherja eða 1 heldur hún bara, þú veist, það snýr þetta hvernig þú vilt spila fótbolta, viltu pressa, viltu liggja tilbaka og þar alveg hefur sem sagt 5-4-1 eða 4-4-2, það skiptir engum máli því samhengi. Já, en þá spyr ég á móti, segjum að ég og Leifur segjum Heimi Guðjóns og Rúnar Kristins sko, eins og Rúnar kom með smá sneið eftir að hafa kukkað einhver káringana þegar hann talaði sko, þegar ég var í Vesturbænum, þá þurfti ég alltaf að vinna alla titla og bara snýstu 3 stig, en svo núna allt annað hljóðu skróknum. Já, og þetta máli vera hlutaði og það er þá eitthvað sem að stjórnin setur. Við ætlum bara að vinna titla og við verðum að skila titlum. Og FCK segir bara við ætlum að vera í Champions League. FCK talar ekki að vera dansku meistari, heldur bara við ætlum að Champions League. Já, bara formsatriða. Já, til þess að vera í Champions League þannig að það að vinna deildina eða svona eigu líkurnar allavega. En það getur þá bara verið hluta því þegar þú ert ráðinn að þú verður að skila titli. En til langstíma, svo hugsun að ætla bara alltaf að skila titli ekki hugsun það hvernig þú gera það og hversu sustainable hugmyndafræðin að skila titli á þeim hátt að sækja bara alltaf dýrustu og elstu leikmennina og svo ef það klikkar, þá klikkar það svo stórt. Eins og þetta gerist hjá ykkur í Káir, má ég segja það? Já. Er það ekki? Jú, ég held það bara. Þetta er eftirminnilega orð þegar hún sko pressa mér að vinna titla ef það kemur einn fullbúin leikmaður sem er tilbúin í meistaraflokku hverju ári þá er ég bara sáttur. En líka ef þú ætlar að vinna titla þá er það bara nokkuð raunhæft markmið sko. Að fá einn upp. Já. Eða hvað? Ef þú ætlar að vinna titla. Já sko, í Hollandi þegar við fórum Íslendingar dálítið mikið til Hollands á sínum tíma áður en að færðist allt til Skandinavíu að þá voru Hollendingarnir með það þeir voru með 30 manns, cirka 24-5 og svo 3-4 markmenn í hverjum árgangi. Þeir voru alveg með þá hreinu að þessum 30 þá voru 24, 22 bara ekki vera ofgrimmur sem voru ekkert að fara að vera leikmenn þeir vissu, þeir voru raðinn í 16 ára liðið sitt að hérna 8 sem getur verið leikmenn hinni 22 verða ekki leikmenn en við verðum að hafa á til að búa til leikmenn og svo á þessum 8 eftir 2 ár, þá voru 3 eftir og þá voru þeir notaði til að búa til þennan og þeir voru ánæðir í Hollandi þar sem voru búin að sí út og ná í leikmenn út allan heim ánæðið með 1 í gegn. Já, einmitt. Sko ég velti á fyrir mig, við erum ennþá í Káir og Bjarni var alltaf framkvæmdastjóri þarna, ég velti fyrir mig sko, talaði á honum, framkvæmdastjóri dílaði auðvitað fjármál og annað, hversu erfitt er að vera framkvæmdastjóri fótboltafélagi bestu deildinni, til dæmis laun leikmanna og allt og há og fleira? Já, laun bara gegnum sneitt allstaðar á Íslandi allt og há. Já. Ég veit ekki hvað að segja okkur, 80%, 70-80% af heildartekjum. Sæll. Sem fara í laun. Já. Þannig að þetta snýst bara það. Þetta snýst það að borga launin til leikmannana og það peningurinn fer eiginlega bara allur þangað. Sem getur ekki verið gott. Nei, Championship, veit ekki hvernig það er Premiership, Championship held ég sé 40%. Já. Hvernig ætlum við að búa til einhverju lið eða einhverja leikmenn ef við erum bara að sækja, borga bara einhverjum, gamlum köllum laun, sko. Hugmyndafræði. Já. Alvöru hugmyndafræði, alvöru þjálfun og að þú sjáir skýra leið í gegnum félagið, hvort sem komið er að verða aftur og atvinnumaður eða bara koma á betri stað inn í samfélagið og skóla eða hvernig sem þú vilt gera það. En hugmyndafræði skiptir rosalega miklu máli. Og við getum ekki alltaf verið bara að berjast áfram að reyna að redda næsta leik. Og ef hann tapast þá bara síðast maður útslökku í ljósin, takk. Já, mjög gott. Ég verð náttúrulega Mér langar bara eitt sem við tölum áðan voru sko vellinir, að þeir hefðu verið bara, þeir eru bara raun og veru vitlaust hannaðir á Íslandi. Þeir eru bara ekki hannaðir. Eða bara ekki hannaðir. Kárvöllurinn er ekki hannaður. Hann var ekki hannaður fyrir núna. Þetta er bara eitthvað tún sem var þarna og ruslahaugur einu sinni var svo á túnni og svo skilja mig ekkert menni í því þeir fara að grafa upp úr túninu að það þurfa að grafa alltaf djúpt til að komast á alvöru púða. Það var ekki valið eitthvað, það var ekki sáð einhverju grasi og einhver sér valin mold og það var ekki svoleiðis. Nei. Þetta var bara tún. Nei, nú er þetta fíblast. Nei, þetta er bara svona. Akransvöllur er bara verður þarna. Það bara er þarna. Já, þú veist, og svo er bara, það er eitthvað þökur hendat núna. Það er engin grunnvinna unni. Nei. Þannig að, nei.
Okay. Meira og minna held ég þessi allt svona. Ég verð að spyrja þig, Bjarni, nú náttúrulega með leikmann í liðinu og Káringur í húð og hár. Ánægð með vegferðina sem Káir á í dag? Já, mjög. Já, ég rosalega hrifinn af, eins og kannski búin að þess að daðra við hérna, hugmyndafræði, að hún sé skýr. Ég væri hins vegar til að Káir ætti hugmyndafræðina. Já. Að hún myndi lifa á Óskar af, hvenær svo sem þann ákveður að hætta, en að það væri þá bara, herrðu, þú ert að koma inn og bara notaði vísa aftur sem dæmi. Þegar ég kendi vísa, þá ég ekki spurður, já, hvernig ætlar svo að vinna þarna? Hvað ætlar að gera þetta? Ég bara, herrðu, bara hérna, hitti þarna frákvæmdastjóra og hún segir bara, starfið svona. Treystur í þetta. Og ég hef ágjörð þess og getur ekki þetta, getur það. Og ég þarf þá að samfara hann það að ég geti raunverulega gert það, en hún aldrei á neinum tíma að spyrja hvernig ætlar þú að gera? Þú veist, hvað ætlar að gera? Já, þú ert að fara inn í starfið ekki. Já, ætlar þú að fara að sækja markaðinn? Ég fekk aldrei þá spurningu. Vís var að sækja markaðinn. Og það er það sem við gerum allt og oft. Við erum að ráða þjálfara og bara hvernig ætlar að þjálfa þetta lið fyrir mig? En ætliði þá bara að hætta að reyna að vinna titla og bara vera... Ég er náttúrulega ekki að taka þessar ákvarðanir. Nei, ég veit það, sorry. Ég tala við sem Káir stuðningsmann. Já. En sko, trúin er svo og trúin verður að vera svo og þarna kemur í meira sustainable, hérna, íslensk orðið við það, þið verið að bara... Sjálfbærni. Sjálfbærari leið að búa til gott lið sem að getur viðhaldi árangri til lengri tíma. Án þess að lenda alltaf í svona miklum dýfum eða miklum kostnaðinn á milli. Ég held að það sé það sem ég held að ekkert, ég veit að þetta er rétta leiðin. Þetta er leiðin sem við verðum að fara miklu meira í. Hvað heldur að Óskar fái mikla þólumæði? Sáum að hafa baulað á liði eftir hennar valsleik, svona að vinni F-fáingana. Er Vesturbarinn, hvað fær hann, 1, 2, 3, 4, 5 ár á hann að þarf að fara að skila ykkur á töfluna? Já, ég held að Óskar sé bara með þetta í hendi sér. Hann gerir þetta rosalega vel. Vesturbarinn þurfti Óskar að halda. Já. Það þurfti bara að koma þegar Rúnar tekur við káliðinu sín tíma þá gerast svipaða hlutir. Það bara það sem Rúnar sagði voru bara lög og reglur. Já. Það bara Rúnar segir þetta sér svona, þá er þetta bara svona og það er afturorðin dálítið staðan í Vesturbarinn. Það sem Óskar er að segja er bara það sem að er. Já. Ég er ekki viss að hafa verið að vera baula Óskar ef ég er alveg hreinskilinn. Nei. Ég er eiginlega nokkuð vissum að stuður sem í Káir voru óánægðir með það að þarna var lið sem var komið 4 undir. Fekk svo á þessi 5. marki í uppgjöf og 7. marki enn meir uppgjöf. Já. Og það er eitthvað sem Káringar sætta sig ekki við að þú getur alveg tapað einhverjum leikjum en þú gefst ekki upp. Nei, klart. Já, mjög gott. Sko, ef við förum aðeins tökum bara auga tímar á þetta og förum aðeins yfir Norrköping. Förum við flutið síðan. Já. Uppæð árs 21 farið áhugavert búf tekum við 19. lið Norrköping. Það búin að vera aðstofþjálfari Káir og eru þetta Íslandsmeistarar 2019. Sko, hvað veldur því að þú svolur og fer til Svíþjóðar? Mér langar alltaf að vera betri í það að þjálfa og já, vera betri og komast á hærra level í þjálfun. Og ég leit á Norrköping sem góðan staði það að komast út, læra sænsku og fara að þjálfa bara alveg að fullu og fyrst á ensku og svo alltaf meira og meira á sænsku. Það var nú svona í grunninn ástæðan fyrir því að komast bara í faglera þjálfunumhverfi þar sem að dagarnir getur bara snúist það að vera að þjálfa. Er samt ekki sko að því að þú er bara ég var að renniði fyrir liðin bæði sér leikmaður og þjálfari fyrir í undirbúningi verðan þátt sko að fara til dæmis úr því að vera að þjálfa aðlið Káir í U19 Norrköping. Það lítur að vera ansi mikið viðbrigði. Já, það voru viðbrigði en þú var samt þar með strákar sem að voru í skóla og voru svona til taks þegar þú vildir. Ég þjálfaði á mótnana og svo aftur seinnipartinn af því að við vildum bara bæta hans á það þannig við fórum að þjálfa fyrir áður aðaliðið fór út og svo tóku aftur seinnipartinn þannig að það gekk vel. Svo var maður hlutið að stórum þjálfarahóp sem var að vinna saman allan daginn og hafði rosalega góð áhrif á mig og það sem er eiginlega svekkjandi í þessu er það þessi 6 mánuðir í Norrköping gerði mig örugglega 10 sinni betri þjálfara heldur en áður en ég fór út. Já, alveg. Þar bjóði til bara hugmynd, þarna fættist hugmyndafræði mín. Þarna hafði tími það bara að setjast niður og veltaði fyrir mig hvernig ég vildi, ef ég færi aftur að vera aðalþjálfari í einhverju liði, að þá væri þetta það sem ég myndi koma með og segja þetta er hugmyndafræði mín. Ef að liði er ekki með hugmyndafræðina, þar að segja. Þú talaði að vera konið þjálfari í Káir sem var að fylgja einhverju línu og hugmyndafræði núna sem eru auðvitað vel. Sko, ég velti fyrir mér, U19-lið, var þetta skipti bara mál að vinna leiki eða var alveg gegnum gangandi hugmyndafræði hjá Norrköping? Nei, hún var ekki nógu skýr.
og Svíinn rosalega mjúkur og það á öllum að líða vel og eitthvað sem ekki búin að spila nokkra leikir og hverju fær hann ekki að spila og það alveg fóreldrandamál þarna líka. Voru papparnir mættir á baki að vera í Norrköping? Já, þeir fóru að því ég tala ekki sænsku, það fóru þeir í yfirmannin og voru aðeins að kvarta. Já. Þannig að maður lenti alveg í smá fóreldravesinni þarna. Já, en nei, línan alls ekki skýr og þetta kannski það sem maður læri þegar maður fer svona út og heldur maður sé að fara í miklu betur umhverfi að þá auðvitað var umhverfi kringum aðliðið frábært og mjög gott en starfið sem ég fór í þarna var ekkit á því leveli sem ég held að sé komað í dag. Ég held að Magni sé búin að gera frábæra hluti og breyta fullt af hlutum. Já. Þannig að ég held að starfið og vinnan í 19 á liðinu og 17 og svo yngri flokkunum hjá Norrköping sé betri dag en hún var þá. Já. En það kom pínu óvart. Hvernig var að þjálfa strákið sinn? Það bara ég fann eiginlega mun að því. Nei. Ég náttúrulega var alltaf þjálfað sjálfur mjög lengi af pappa. Já. Og þannig að það einhvern veginn var ekkert mál. Ég einhvern veginn þegar ég þjálfa það ekki mér opaslega vænt alla strákar sem ég þjálfa. Já. Og einhvern veginn bara leiðilst þeirri meiðast og mér leiðilst þeirri lélegir og svona finn til með þeim þó kannski þeir upplýða ekki alltaf að ég finn alltaf til með þeim. Já. Þegar maður ræsir sér sérstaklega en það að því maður veitir hafa eitthvað meira að gefa. Já. Þú ert ekki að æsa það við eitthvað sem þú veist að getur ekki gefið meira. Það skamma eitthvað fyrir að vera heimskur. Nei. Þú veist, ákveð ekki gáðar. Sorry. Það bara ekki, þú ert bara ekki, ég ekki að segja neitt leikmaður en þú veist, þetta bara svona svipað, það er bara lél, það skiljið. Þannig að já. Við langar að fara bara í árið 2014. Það herrans ár, við byrjum bara þar, tekum við KR eftir að hafa áður þjálfað Fram. Var það stórt að því þú talar að framkvæmdastjórastæðan var í staða sem að þú varst að horfa í þegar þú fær síndali frá KR eða vildir á þessum aðþjálfara? Já, 2014 eftir ég hætti mig Fram. Já, þú fær síndali frá Kitta. Ég trúði ekki. Nei. En það var samt búið að vera svona íæði við mig svona ekki kannski beint frá KR heldur bara frá öðrum aðalum út í bæ og svona, það væri bara lagi beinast að ég fengi að taka við liðinu en ég var rosalega stoltur og þakklátur og það gekk rosalega vel í byrjun það einhver hluta vegna fór ykkur þjóð að því rosalega illa í liðið hjá okkur fyrsta árið 2015 en við vorum komin í úrslit í bikar og efstir í deildinni og svo kom þjóðatíð og þegar við komum tilbaka þá er bara eitthvað í liðinu sem og ég veit ekki ennþá hvað var sem gerðist en þá bara einhvern veginn byrja þetta högta og svo einhvern veginn hristist þetta allt í sundur. Já, 2015 endi í 3. sæti með 42 stig eftir 22 leiki tæplega 2 stig í leik eru bara að horfa í þessa þjóðatíð eða? Já, ég bara mann svo vel eftir þessu. Ég var á Selfossi á Vestló og situr út í bíl og er að bíða eftir að konan er í Krónni og þá er .net þátturinn í gangi og ég held að það veri Tom sem var að tala og það er bara, KR að vinna þetta. Já. Það er þvílíkt svaga á þessu lið og þeir eru en svo lauma sér eitthvað til Vestmannaeyja. Danirnir held ég að hafi nú aðalega verið sem að voru í liðinu hjá mér þá og þeir komu bara ekki heil tilbaka. Vestmannaeyingur bara tók í lurkinu. Það er ekkert fyrir alla. Það er ekkert fyrir sér Danir greinlega. Eru soft. Já, Blikar öðru seti þetta tímabil 46 stig og FH taka þetta með 48 stig og við vorum nálægt þessu. Vantaði ekki mikið Og ég meina bara fínt fyrsta sísón sem þjálfari. Já, en þarna vorum við bara að vinna titla og við förum alveg inn í þannig og við förum í bikarúrslitaleikin og við töpum held ég reynda bara 2-1. Og móti hverjum aftur? Var ekki bara sorry. Já, Óli Jóa með lið og hann náttúrulega bara, þú veist þaulreyndur, hann vissi nákvæmlega hvað hann var að fara út í. Ég var að fara í minn fyrsta leik og þó að leikurinn hafði bara farið 2-1 við áttum aldrei breyk. Nei. Mér fannst einhvern veginn bara leikurinn lélegur við bara vorum aldrei að fara að finna. Já, gamall dreifur. Fannst þér taktist fannst þér tapa taktist? Já, ég gerði það voru mistök gerði mér, já
og svo var leikunum líka eftir Vestló. Já, Já, það var eftir helviti Bjarni fer aldrei á þjóðhátíð. Það bannað að fara á þjóðhátíð núna. Nei, þetta er kannski ómikið gert á Vestló, þetta bara gerist þarna. Við gefum frí, það búið ganga vel og svo mætum við og það bara byrjar hyggstið að koma, förum í bikarúrslitaleikin, töpum honum og svo, já, ég held að við höfum verið í efsta sæti fyrir þetta, en svo endum við með 42 og við töpum held ég bara 4 að síðustu 6 eða eitthvað. Okay. Meðan FH bara keyrir á það. Já, áhugavert. Þetta er á þessum tíma sem við erum að segja slætta dönum, okkar maður hérna Henrik Böttger, akkurat. Hann eru Jakob Sjóp, Holbert Aron, Palmi Rapp, Greta Sifrin, fleiri góðir. Þessi hópur, þetta var alveg challenger hópur, hann átti alveg að eiga séns í deildina, eins og hann átti bara. Já, hann og það var, þegar við förum á stað, þá er það bara markmið, við ætlum að vinna, báða til hana. Og fengum Pálma og sem var reisastórt fyrir okkur og hérna hann var frábær. Pálmi var frábær fyrstu 10 leikina. Svo fjaraðans undan hjá honum en bara eins og hjá öllu liðinu reyndar en hann var rosalega góður fyrstu 10 leikina. Fannstu það bara á fyrstu æfingun eftir Vestló að það væri ekki sama orka í loftinu? Nei, alls ekki. Þetta er einhvern veginn bara það sem hann fer að krifja eftir að tímabilið búið. Hvenær kemur fyrsta höggið? Hvenær kom svona fyrstu mistökin og hvað áttu maður að gera betur, hvað áttu maður að grípa inn í, áttu að vera reiður fyrr, áttu ekkert að vera reiður. Þetta er bara svona hluti sem maður har að velta fyrir sér eftir að tímabilið búið. Já, klart. Já, svo er það 2016 stefnan líklega sett að fara alla leið eftir að hafa verið svona nálægt þessu. Sko, 9 stig eftir 9 umferð í 10. sæti deildarinnar, hvað, var það bara framhald af Vestló eða hvernig er þetta tímabil? Já, það er sko, það sem ég náttúrulega gerist er að hérna, og við sjáum þetta fyrir fleiri liðum, tímabilin smitast á milli. Þú tekur oft með þér, þú breytir eitthvað leikmenn, þú tekur oft hluti með þér yfir næst tímabil. Við reynda gerðum dálítið mikið breytingum á hópnum, við þurftum að minnka hópinn og þessir hérna drengir sem að núna eru komin aftur í KR, gulldrengjirnir okkar, 99 og 2000, þeir koma allir inn í meistaraflokkinni mér á þessum tíma. Í Guðmundur Andri, Atli Hrafn, Oliver og Gabriel enda kom ekki en þarna koma 6 strákar inn í meistaraflokkinni mér. Og það var endar alveg skýrt að þegar þetta er ákveðin leiðin á þessum tíma að þá bendi ég á það að þetta gæti bröðið til beggja vona. Þeir eru yngi svona hópiðin svakalega mikið, þú ert með 13 og svo ertu bara með 6 sem eru allir sko 16 ára að þá er, og sérstaklega ef það byrjar að bogna að þá þegar þú snýrið við og horfið bara í andlitið á 16 ára strákum hverju má ég hendina á, hver getur hjálpa byrja? En má ég spyrja af hverju þurftu, að því að þú veist auðvitað þegar þið vilja vinna þetta en svona ef við horfum í basínuspilin og sérstaklega horfum okkur til KR núna auðvitað veit ég að liða var öðru sér samsett þarna en ég meina 3. sæti, Evrópa og bara 6 stigum frá efsta sæti það er ekki hægt að bara byggja á af hverju þurftu að breyta hópnum svona mikið? Þeir voru svakalega efnilegir og við gerðum alveg fastlega ráð fyrir að 3, 4, 5 aðeim jafnvel eruð atvinnumenn og ef þeir fengju rétta leið og á þessum tímapunkti þá heldum við að þetta væri rétta leiðin sem hún er ekki. Það hjálpar þeim lítið að koma inn 16 ára og sitja á bekknum í meistaraflokk og svo fara að missa leiki í yngri flokkunum að þeir eru alltaf á bekknum í meistaraflokkunum þannig að þeir spila lítið og bara mínútur fyrir krakka á þessum aldri skipta öllu máli. Þau fá og lítið mínútum hjá okkur. Og þannig ef það er 16 ára strákur sem er ekki hluti hreinlega 12-13 bestu leikmannum þá er betra en að koma á lán. Eða bara að segja, herri, þú spila bara í öðrum flokk og svo bara dettur inn þegar það er pláss og eitthvað en bara fókusin á að komast í meistaraflokk er alltaf svo mikill. En þetta er áhugavert, mér langar að spyrja, er ekki samt að þú tala að fara það annan 16-17 ára strákar, er ekki samt miklu betra fyrir það að fara á lán í fyrstu jafnvel aðra deildina frekar heldur en að spila í öðrum? Jú. Miklu betra og við vorum núna og ég batt miklar vonir við það að vinna unnin í vetur við erum búin að vera að vinna í því 2-3 ára að finna út úr því hvernig við komum fleiri ungu leikmönnum að og ein leið er að gera eins og annarkvæmt Norðmenn er að gera það Svíar, við þurfum ekki að vera að finna þetta upp Svíarnir eru þetta með þetta þannig að þeir eru með venslahlið og þeir eru þar að lendi með 5 leikmenn, 6 leikmenn 10, það skiptir ekki máli, þau getur verið 3 en segjum að séu 5 og einn aðeins verður markmaður því markmenn lendi ofta vest í þessu ungu markmaður, efnilegur, herðu þú komin á bekkin bara ekki setast á bekkin sem markmaður þá ertu bara varamarkmaður það er því miður, oftar en ekki staðreyndin þannig að en þessu þorðu við ekki hringt í framkvæmd þetta hefði þýtt að við farið þessa leið þá hefði
já, við getum bara notað KR, haft eitthvað venslalið, segjum bara Grindavík og þá hefur 5 efnilegustu leikmenn KR undir einhverjum aldri sem ekki undir 21 árs, sem ekki að spila alla leiki hjá Óskari, geta verið á svona lista og farið að spila fyrir Grindavík alla leiki. En þegar Óskar það svo að maður halda, þú getur að spila líka fyrir KR. Svíjarnir að gera þetta svona og það komast mikið fleiri leikmenn í umferð. Líka bara af hverju ekki að leyfa þetta? Ég held og mig grunar, þarna þurfturu raun og veru samþykja allra liða, af því að þetta er á skáfi lög FIFA, en Svíjarnir að gera þetta og það máttu raunverulega ekki skrá þessi félagskipti, þannig að þú þarft að fara dálítið við hliðin á reglunum, en mér fannst bara tilgangurinn vera það mikilvægur að við áttum að gera þetta. Já. Svo eru þetta okkar menni í Defend Iceland. Það má ekki gleyma því að Defend Iceland er startup með nýja sín á netöryggi, en villu við gátt að þeirra er að slá í gegn þessa mundir, eða eins og ég kalla hana Bug Bounty Platform. Slá í gegn, já, hún er allavega að pota í varnirnar hjá fyrirtækjum sem að oft á tíðum eru ansið veikar og rúmlega hún er að slá í gegn varnarveginn. Já, það er engin í heiminum betri að birta öryggisveikleika sem finnast persónulega á ábyrgan hátt heldur en Defend Iceland. Ég ætla að segja á landinu, en líklega er það bara rétt þér. Nei, og ég meina, og málega það líka, burt sér frá því að Defend Iceland sé að vinna fyrir fyrirtæki, þá mun samfélag hagnast að þessu, því að þau spotta eitthvað sem að þau láta önnum fyrirtæki njóta góðs af, þannig að guðana bænum eða út fyrirtæki eigandi, beintinn á defendiceland.is og láta það kukka fyrir því. Svo er þetta safran. Wow. Já, sko, maður er núna aðeins fengið að leika sér, gaman að vera með smá innegnana. Já, sko, við tölum kót til þannig síðasta hætti, en takkóið. Já, fórum saman í takkóið. Wow, með ekstra piri-piri sósu maður. Þessi sterka piri-piri sósu er náttúrulega algjört svindl. Ég er líka bara ánægð, það var alltaf kom nýtt eignarhald og safran fyrir einhverju 1-2 ára síðan og já, þau eru búin að vera að kukka. Já, en það er alveg rétt að takkóið er þvælan, sko. Já. Og svo er það K10 fyrir 10% afslátt. Já, bara í appi, mesta veislan er ekki mæti svo trúður, bara í röðina, af því að það er alltaf stappað þarna. Já, ég ætla að fá hérna einn piri-piri kjúkling. Verður búin að panta í appinu, færi þetta beint að borðið til. Þetta er bara klárt, já, meira sem þú ætlar að borða á staðnum, já. Taktu þinn afslátt og gerðu það akkurat þannig, en annars bara, þeir ætti eiginlega að læsa þessa piri-píri sósu inni, sko. Já, hún er eiginlega bönnuð núna 16, sko. Já, Orka náttúrunar. Undanfarinn ára hefur Orka náttúrunar átti góð samstarfi við félag Andakílsár og Laxeyri, ræktun laxaseiða í Andakílsá, eða úr Andakílsá. Ég held að hef ekki allir vita þetta, sko. Nei. Þannig að sá stuðningur sem felst í seiðaeldunum skiptir sköpum í að lífriki árinar haldið sér og veiði geti haldið þar áfram. Þannig að þeir eru ekki bara að dæla rafmagni inn á bíluna á höfuðborgarsvæðinu. Nei, þetta er bara betri tenging við náttúruna. Náttúruna varða og landsbyggðina. Orka náttúrunar og allir að ná sér í on-appi, takk. Já, þú veist, þeir eru alveg miður sín yfir þessu eldi sem er í gangi í sjókvíðinu. Já, þeir Orka náttúrunar lætur sér ekkert, þeir láta sér allt varða. Já. Ef við kemur náttúru. Þetta er áhugavert, sko, sem þú segir með leikmenn og sjá bara hvað þau voru með höndunum og gefa þessu séns. Þannig er allir auðvitað bara við Fulham og Andri búin að fara á einhverja 18 reynslur og var bara að tala nefnilegast til leikmann landsliðsbúin að fullt af Íslandsmeistaratitlum, þannig að þeir voru augljóslega með eitthvað efni við í höndunum. Svo er bara Gabriel Hrannar þarna sem var bara einhvern veginn í gróttunni og bara lítill og enginn hefði talað að nætti séns, en hann er að brillera núna. Hvernig og Girðir líka sem að blómstra seint og er núna komin þetta snýst svolítið við í dag, sko. Mennirnir sem er að spila mest núna voru ekki stjórnunda þá orðnir 25 ára, sko. Bjarni, er þetta hversu stuttar á milli í þessu? Það er, tækifæri náttúrulega skiptir rosalega miklu máli, en svo þú ætti líka að vera tilbúin í tækifærið, en svo þegar þú færð það, að þá þarftu bara að grípa og það er það sem Gabriel gerir þegar hann kemur inn í KR, að hérna, jú, ég get bara alveg viðurkennt það, ég sá hann spila í fyrra með Gróttu og svo þegar Óskar fór að tala um það að hann ætlaði að sækja Gabriel og koma hann inn í félagið og já, ok, fínt, en þú veist, hann er ekki verið að spila fyrir þig. Nei. Það var bara, og hérna, en hann er búin að frábær og sendi Vincent aftur til hann bara setti bara flug með á hann og senda hann beint á þjóðatíð þannig að hérna, hann er búin að vera frábær en hann, það er náttúrulega svakalegt passion í honum, ástriðan í honum fyrir félaginu er svakaleg og hún smitar rosalega út frá sér og strákarnir í kringum hann hafa rosalega gott að hafa hann með sér hann er sítalandi og hjálpandi til og bara þegar KR fara sem mark það bara ekki lítu til Gabriels sjáðu hvað það særir sko. Það er bara, þú ert bara stingan það er KR-ingur, það er alveg þannig og þá kannski tala um annað að vera að tala um gamla leikmenn svo er líka kannski annað, er ekki líka bara alltaf margir útlendingar í deildinni?
Jú, það þetta alltaf viðkvæmt. Já. En jú, við erum rosalega fljóta að sækja okkur útlendinga og halda að þeir séu betri heldur en það sem í boði á Íslandi. Oft það líka þannig að þeir eru orðnir ódýrari íslensku leikmyndir. Já. Þannig að það líka annað sem að kannski bara leikmenn, þú veist, hver og einn þarf að fara að huga, þú veist, skiptir þessi auka 100 skall virkilega svona miklu máli í staðan fyrir að fá að spila þessi, þú veist, 12 ár sem að spila einhverju viti. Eða 15. Já. Rétt. Sko, þegar við látum fara þarna að þú ert með eitthvað projekt í gangi, það alveg ljóst, ef við horfum ekki á úrslitin, þá er eitthvað í gangi, við erum með fulltangu leikmennum, við erum að spila skildur stjórn á þessum tímpúnti að reyka þig, hefur viljað meiri tíma? Já, sko, þetta var orðið mjög þungt og hann bara, þetta var aldrei, skemmtilegt, það var ekki sérstaklega skemmtilegt, að kemur heim frá Vesturbæinn, Gull að þjálfa og ég með KR og ég man ekki hvort sögðum við einhvern annan, en þú veist, það var alveg svona næstu bara, svo sem ekki vinnur sannlega hann fyrir reikin. Já, þetta var þannig, El Sakíko. Já. Það var bara svoleiðis og Garðar skoraði eitthvað, þú veist, mark af lofti frá miðjubóðanum yfir, þú veist. Já, þetta var algjört flúk og jú, ég, það var engin heift, ég var bóðar á fundi og Gísla Hall inn á Suðurlandsbraut, kemur í fundarherbyggi risastórt, finnst þið svona minningum sem það verið hringborð og þar sita bara 8 eða þú veist ég vel 10 stjórninni bara og ég veist alveg hvað var að gerast bara leiðu kerðu Vesturbænum upp sko en bjóst kannski við hitta Kitta og Gísla eða eitthvað 2 nei það var öll stjórnin mætt og Sælbjarni við þurfum að segja svolítið þetta umslag Já, þannig að þú ert engin Karli, þú veist, að því eftir á higgja að því að sorry, Káur var með svipaðan stigaföld eftir 9 fyrir núna í ár veist, það er alltaf að því Óskar projekti kannski bara annað þankagangur núna í Káur heldur en var þarna. Já, og þarna komum við aftur inn í hugmyndafræðina. Þú sérð hvað er að gerast í dag. Það sést bara hvað er að gerast og við trúum því að það muni skila liðin og reiknast það. Já, herru, það er eitt sem ég gleymdi að setja í handriti sem ég verð að spyrja út í. The Chosen One. Greg Ryder hvaða vegferð var það? Það var náttúrulega Var það vegferð? Já, það var vegferð það, engin spurning og ferlið sem var farið að ráða þjálfara á þeim tímapunkti var rosalega gott. Er það? Já, ferlið var gott. Fór Óskar ekki bara illa með okkur kom seint og þá tókum við bara rætir í seinni bylgjunni? Nei, það var allt og snemmt ljóst að Óskar alltaf ekki að taka við. Okay. Svo var talað við held ég 5 þjálfara niður í 3 og svo lókum 2 og svo var annar sem vildi ekki halda að fara lengra og þá var Greg eftir en hann var hjá mörgum ofar en hinn sem var eftir þannig að það var alveg 50-50 en á endanum var þetta þannig ákvörðun að það var bara þarna en ferli var rosalega gott. Hann stóð sér rosalega vel í ferlinu. Já. Hann kom og bara eisaði og þegar það var gengið eftir spurningunum hans og hann bara svaraði öll og gekk rosalega vel. Hugmyndafræðin þá var svo og við vorum dálítið að búa hana til í KR að það væri spilaður pressubolti þar sem við kemumst með boltan í jörðinu fram völlin og svona vorum að búa til einhverja beinagreinda hugmyndafræði. Hann var alveg til í það. En svo þegar það fór að gefa á bátinn hjá hann og þetta byrjaði hressilega. Heilsíða mókanum. Já, við hefðum samt getað að tapa báðanleikanum. Já. Þannig að þú veist, það hefði ekkit þurft mikið að fara, þannig að það væri bara 0 eftir 2 leiki. En það var skemmtilegur fótbolti. Já, og svona kraftmikill. Nema svo einhvern veginn þá fer hann já, það fer bara að gefa bátinn hjá hann og hann lendir rosalega vandræðum. Hann lendir í vandræðum með hópinn hjá sér og var ekki tilbúin að pivota neitt eins og reynda kannski Óskar er að gera í dag en hugmyndafræðin hans var ekki nógu skýr inn í þetta og kannski fjall ekki alveg nógu vel að hugmyndafræðinni sem var hjá KR. Var hann kannski líka sótti hann starfið bæði eða heyrðu þið í honum? Þetta var svo random nefnilega? Já, sko, ég er eiginlega alveg vissum að það var bara eitt sem sótt starfið. Já. Eitt sem lítu þetta. Íslenski þjálfarar eru sérstakir að þessu leiti. Já. Þeir eru dálítið, já, ef þeir hafa á mér þá ringja þeir bara í mig, sko. Já. Þú veist, en þetta er ekkert svona. Nei. Þú veist, út í heimi þá þarf alltaf að láta vita þér. Lætur umbóðsmanni ringja hendin, sívínin eða eitthvað.
aftur get ég farið í starfmyndi Vís fara ekkert upp og þau ringi mig. Nei. Ég sótti bara starfið Vís og fekk ekki fara að fara í viðtal. Já. Þannig að hérna Einmitt, þú ert að sækja þetta sjálfur. Já, þú þarft að sækja þetta allir sjálfur. En það var þreifað á stærri hóp, 5 voru svo teknir í viðtal, en einn af þessum 5 var held ég, já, ég held að það var bara einn sem sóttum. Við tölum um 5 í þessum hópi, sko, annar hver þjálfari í íslensku deildinni dag er K-ringur. Hversu margir voru K-ringar þarna? 2. Já. Og hverju voru það? En sko, núna getum við sagt það því að Óskar er tekið við og Greg er farinn. Ég hafði nú reyndar alltaf gaman á honum, sko. Ég vona hann gangi vel. Frábær náungi. Já, er það ekki? Jú, bara mjög flottur. Vantaði kannski bara, þú veist að þú talar hann vildi bara, hann búin að brenna öll skipi eins og Óskar reyndar, en mögulega kannski ekki með mikið sannfæringar, eða sko, leikmenn kannski ekki tilbúin að henda sig fyrir út eins og fyrir Óskar. Já, og náttúrulega bara síðast en ekki sko, samfélagi trúðu honum ekki. Já. Káringarnir stúkunum trúðu honum ekki. Nei. Það trú allir Óskari. Já, ég held að alveg naglinn á höfuð þarna, en það má kannski nefna líka að þú veist, við vorum stórhuga og keyptum dýra leikmenn með stóra launapakka. Þessi menn sem voru að fá hæstu launin, þeir deliveruðu ekki fyrir Greggaran. Má ekki alveg segja það eftir á? Jú. Já, og hvaða vegferð var það? Að þeir sko, það er eitt af því sem klikkaði og ekki bara í honum heldur kannski hjá okkur líka sem stóðum á bakvið hann, að hann fekk mikil völd í leikmennunum. Ok. Fekk kannski frjálsar hendur með leikmannakaupin sem að svo pössuðu ekki inn. Ég meina, eitt dæmi og besta dæmi finnst mér vera Alex Þór. Frábær leikmaður, frábæri dag hjá Stjörnunni og mér fannst það mistök að Kára láta hann fara. En Greg var að beða hann að spila eitthvað fótboll sem hann réð ekki við að spila. Já. Bara, og bara lítið það með. Þegar þú sér mannin sem er 20 metrar fram að þið fá boltan og snúa, hlauft á hann. Já. Hann lendi alltaf á milli. Hann lendi alltaf á milli í svæðinu og leit þar hann leiðandi illa út. Var alltaf einhvern veginn að elta og reyna að bjarga sér og eitthvað. Og ég held að Alex Þór hafi ekkert liðið sérstaklega vel með það heldur. Nei. Meðan Axel líka spila út úr sínu komfortzónu einhvern veginn, sko. Já, en hann byrjaði rosalega vel. En svo þegar kemur í ljós að hann ræður ekki og liðinu fljóta að læra og það er náttúrulega mikið fylgst með og þú getur skáta rosalega vel. Og svo þurfur bara að sér hann standa hátt. Það bara hvert ef að spila. Já. Aftur fyrir Axel. Einmitt. En af hverju myndirðu vera að spila þetta kerfi og svo fara smittar hann í markið? Já, hann reyndar óks inn í hlutverkið sitt. Já. Og var betri. En þetta er hins vegar bara staða sem er rosalega erfitt að manna. Já. Og það voru, ég held að ég hef ekki farið í gegnum neitt ferli, jafn langt og skoðað jafn marga markmenn eða leikmann í eina stöðu og voru skoðaðar í markið. Og þetta er hörku markmaður, sko. Já, hann standa sér vel núna fyrir vestan. Já. Og hérna, en það eru svona, þú veist, þetta er alveg, og ég held einhvern veginn sérstaklega í Vesturbænum, þú verður að koma líka með rétt hugafærin inn í það sem þú ert að gera. Já, myndbandi þetta þar hann er að rinda og lemja krakkana þannig að þú segir, hvað mann var ég að segja þarna? Já, það var pílindið svo ég bara hvað, þú veist, en svo bara þegar maður rætti þessu hluti við hann, þá var hann alltaf bara rólegur og yfirvegar og flottu strákur þegar hann er komin og maður er að spjalla með hann. Það var ekkit fyrir sem. Og þeir lifir enda Aron Sig, eins og til dæmis, þú veist, þegar hann er heldur betur að reynast ykkur vel núna. Já, og það er að sama og ég segi með Alex Þór, ég held hann hefði verið frábær. Aron Þór er reynda frábær líka og hérna, ég ekki kvarti við því, en ég einhvern veginn held það að Alex Þór hefði gengið betur að spila fyrir Óskar heldur en rætirinn í fyrra. Já. Það er eitt sem ég langar að taka. Sorry, bara hérna, ég var að vinna heima hannu og hérna Bjarni Guðjóns er þjálfari, Gummi Benu aðstoðarþjálfari, Arnar Gunnlaugs er í þjálfarateyminu eða ekki? Hann kom inn í það. Kom inn í það og Óskar Hafn yfir með knattspyrnumála, eða yfir þjálfari yngri flokka. Hann var bara með annar flokkin. Já, þetta er helvitis teymi. Já, þetta var hörku teymi. Arnar var hins vegar ekki á þeim buxunum, hann var í rifnum gallabúsum og kúrikaskóm. Hann var ekki með hugan alveg við það að vera þjálfari þarna. Nei. How the tables have turned, maður. Heldur betur. Og hérna, menn er nú ímynd að hrósa sér yfir hans ferli, hann hafði komið sér aftur í ganga, en hann sérst að þegar að fara að ganga illa þarna þetta sumar, þá tala Kitty og segir, verður ekki að fá okkur hjálp, verður ekki að finna eitthvað og reyna að hjálpa þér að koma. Ég bara, jú, endilega, hvað? Já, og nefnir eitthvað nafn í sem ég er ekki alveg viss.
ok, og svo hringir hann aftur, hann Arnar Gunnlaugs, ég sagði, hann eitthvað þjálfaða, hann eitthvað pæli í þessu? Já, hann mjög spenntur. Ég bara, já, flott, fáum Arnar, þekkja vel og bara flott strákur. Og hann mætti í leiðu eitthvað á gallabúsum og kúrikaskóm og ég er ekki vissum hann hafi skipt sko á fyrsta æfingunni. En var ekkert mikið, þú veist, að pæli í þessu þetta. Nei. En svo held ég hann hafi bara þarna á þessum dögum og svo náttúrulega með viljum þar á eftir fengi bakteríuna og fundi hvað þetta er gaman og náttúrulega heldur betur tekið stórskref. Þegar að mætta kúrikaskónum þá hugsaðu þetta var landslýsárið til 10 ára. Já. Nei, líklega ekki í þínum viltustu. Nei, og það var ekki, og heldur ekki þegar þegar þeir bræður tóku við liðinu på Skaga þegar þeir var að spila fyrir hann, þeir hættu þar í þjálfum, þá hugsaði það að nú er hann hættur að þjálfa, þeir koma aldrei eftir að þjálfa. En Óskar, helst að hann myndi gera þetta? Eða helst að myndi bara fara í fullorðinsbolta og ná þessum árangur sem hann búin að... Já, hann var með og þetta er eiginlega eitthvað sem að menn eigi að taka sér til fyrirmyndar. Þó þetta sé ekki alltaf mest spennandi leiðin og þá er þetta frábær leið að fara. Já. Að fara leið þar sem þú getur búið sjálfan til sín þjálfara. Þannig að þú lendir ekki beint í hakkavilni og þurfur að delivera. Ég ætla bara að finna út úr hvað virka fyrir mig og hvað ég get staðið fyrir. Já, dálítið þess að þú lendir í. Smá. Eða þú þurftu bara strax að byrja að delivera. Já, ég fór vitlausleið. Já. Bara allt og rætt, allt og bratt. Norrköping ekki hefði örugglega verið geðveitt fyrsta gig. Já. Við höldum áfram í öðru tímaröð áður við förum í atvinnumannaferilinn þá langar með að ræða framæventýrið. Það er skemmtilegt. Ég vil fá Netflix-seríum það. Gleymist að Óskar var ekkert fyrst til að brenna skipin sko. Það var Fjalli sem brenndi skipin fyrst sko. En að því við erum að tala um hugmyndafræði. Það hefði svolítið verið rauðið þráðurinn í kvöld. Það var alveg skýr aftur hugmyndafræði í Fram og margir góði leikmenn. Þetta er hörku hópur. Voru ekki bikarmeistarar árið áður með Ríkard Daða? Getur þú tekið okkur aðeins í gegnum verkefni og hvernig projektið var í haustum áður? Já. Ég get byrja með þess aðeins Framar að þegar þetta kemur upp að Framar leita þjálfara og hafa áhuga að fá mig að þjálfa þá var ég ekkert alveg hættur. Það voru að spila alla leiki Timburlundan og... Já, reyndar á annari löppinni. Já, en samt deliveraður. Bjarni á annari löppinni, hann var nú eins og bara allir aðri leikunni þessum til sko. Nei, en það var alveg og svo var ég með góða mann með mér Pétur Jónsson sjúkraþjálfari og ég segi hann þegar ég ræði þetta með næsta sumar og ég segi að ég verð nú betur næsta sumar og hann bara svona hristir hausinn eitthvað horfður mig, nei, hvað mennir það, hver er ég ekki betri? Ég hlýt að spila, við lögum þetta, ég verð betri, ég spila fleiri leiki. Nei. 12 kannski, ég bara holy smoke, og þá var ég verð svo lélugur varamaður að ég hefði aldrei getið tekið þátt í rotation liði, bara þegar maður var að rótira hjá Rúna, ég bara fínt þessi rotation, hann rótar eitthvað með öðrum en mér. Endilega haldur rotation. Ég verða að segja þetta, við erum að upplifa alvöru déjà vu þetta, því að í gær sat í þessu stól Aron Pálmarsson og hann ákvað sjálfur að hætta því hann sagði, ég þarf að vera aðal ljónið, ég nenni ekki að vera eitthvað rotation leikmaður, eitthvað svaka liðsmaður, ég þarf að vera aðal maður. Já, það var pínlítið svolítið, ég sagði bara sitta á bekknum og koma inn á og hvað, ég er alltaf lélegur þegar ég kem inn á eitthvað, ég bara nei, og þannig að ég þegar Fram er að vilja fá að tala með þá ákveð ég að fara að hitta Rúnar. Ég hitti Rúna og Baldur og Kitta og já, var ég alveg ákveðin og ef Rúni biður mig að halda áfram að spila þá fer ég ekki að þjálfa Fram. Þá spila ég áfram. Og svo fer ég bara á fundin og við erum að tala um þetta og þeir eitthvað svona hikandi og eitthvað, vildu kannski bara stíða baki að mér, ég veit ekki alveg hvernig þetta var, eða þú ert út af hverju, en Rúnar var ekkert sérstaklega afgerandi í því að vilja halda mér áfram. Þannig að ég var bara eftir fundinu, ok, ég fer að þjálfa fram. Ég ætla ekki að vera rotation ljón á næsta ári. Varst að vona myndi vera, please ekki fara, var hann bara, kannski eftir bara að fara? Já, nei, takt 1 ári viðbót og faraði svo við Fram. Komdu með mér, tökum 1 ár, spila 18 leiki og svo máttu að hætta. Já. Ok, en þá tökum við sko, að því að þetta er fáranlega áhugavert og fyrir unga hlustendur, sko, já, bara, þú eftir áðan í Fram, sko, þarna varstu með, það var vegferð í gangi þarna. Það var eitthvað mikla pælingar. Var það þannig þegar þú kemur fram, var þetta eins og hjá Vís eða var það meira eins og þegar Óskar kemur í K er að bara, þetta er mín hugmyndafræði eða farið eitthvað skilabóð frá félaginu? Nei, já, en sko, þegar ég hitti þá hafði ég þess að eins og ég hef í dag að við höfum að spila fleiri yngri leikmönnum. Við höfum að nota unga leikmönnum og gefa tækifæri. Kannski var skrifið og stórt. Við tókum á marga. En við breyttum eiginlega alveg hópnum og náðum við fullt á ungum leikmönnum. Ég hefði viljað sækja fleiri, það voru fleiri sem við vorum að sækja og reyndum að fá sem ákveða að fara annað en það var alveg skýrt að við vildum fara þessa leið
og svo vorum við með Viktor Bjarka og Jóa Karla, Guðmundstein, Ömmi var í markinu náttúrulega þegar við byrjuðum tímabilið, þannig að við vorum og Tryggvi Bjarna kom í vörnina til okkar, þannig að við lítum alveg svona á að við værum með hryggjastykki í lagi. Og hérna og þið kannski vitið það, en stigafjöldin samt sem að við náðum 21 stig. Já, þetta hefur oft haldið liðum í deildinni og þannig að það þurfti ekki mikið upp á. En hvað ætlaðir að reyna að ná fyrir tímabilið? Við ætlum að halda okkur í deildinni. Já, ok, það var ekkert meira það. Nei, við vorum alveg, og það var alveg vita mál og það voru allir meðvitaðan það þarna og stjórnin þarna sem að voru með Skúli og hérna Lelli og þeir, það var alveg skýrt að þetta gæti farið í báðar áttir. Okay. En við vorum alveg undir að búnir að ef að liðið farið niður, það farið það bara niður og við kæmum svo bara sterkar upp. Já. Og það er því hérna þá bara ferðin sem við færum í núna. Og endi einu stíi frá IBF, já, tínsæti. Já. Fallið í lokaðanferðin, já. Sko þarna voru ekki Evróp, hljótaði að vera í Evróp? Jú, við vorum í Evróp. Já, hvernig gekk það? Það var heldur sprass, við fórum út en það byrjaði vel en svo lendum við undir og þá svona bara bognaði liðið aldrei rætt. Sko, þetta er samt áhugavert sko að því að Rikki Daða tekur hann að bikarmeistaratitlinn 2013, þeir fara í Evrópu, fá einhvern pening og eitthvað og þá er ákveðið að bara fara, þessi menn hafa ekki verið á góðum launum, gerir ég ráð fyrir? Nei, þetta var langflestir voru bara mjög þægilegir og einhverjir bara fengu borgað eins og þau spiliðu náttúrulega og eins og þetta var þá og ætti náttúrulega að vera ennþá í dag fyrir fullt að leikmunum en nei, þetta var alls ekki dýrt. Spiluðu ekki að Þróttarvellir? Nei, er ég að bölla? Jú, við spiluðum á Þróttaravellinum en fórum svo niður við byrjum að Laugardalsvöllurinn var ekki tilbúin. Já, alveg rétt. Mjög áhugavert, sko já, þetta er hörkópur. Ef þú tekur sko leikmennina núna af því að þú veist, Bjarni Guðjóns meitnam. Já, það er þannig. Það er Bjarni hérna maður sem að kann. Það er ástæðan verið einhvern Bjarna. En hérna... Það er frændi minn. Það er svoleiðis? Já. Ég veit ekki, ég var að gleyma að Jói Karli að vera þessu liði, sko. En sko, ef við hugsum núna, ef við horfum tilbaka, því að þú tekur hérna, alveg svo við erum að taka auðatímalínu núna, þá tekur U19 Norrköping í seinni bylgjunni, tekur fram og KR. Ef þú verður að segja þér, sko bara hvað mistu gerður sem ungur þjálfari hérna hjá Fram sem þú hefði viljað gera öðruvísi fyrir að horfa tilbaka? Já, frábær spurning. Ég hefði verið skýrari, af því að því sem ég trúði þarna að ég get kennt þeim að spila hvaða leikkerfi sem er og breytt leikirum milli leikja og Úlfur Blandó var aðstofamaður minn á þessum tíma og hann sagði alltaf reglulega við mig, Bjarni, þú ert ekki að þjálfa sjálfa þig. Þetta lá alltaf tildulega vel fyrir mér einhverja breytingar og þú veist, taktík var svona einhvern veginn, sá hann alltaf bara einhvern veginn gerast á þess að þurfa að setja einhvern fundum hana og ég lærði þetta ekki fyrir en tíðanbilið búið að þú veist, þú getur ekki gert ráð fyrir og sért að þjálfa sjálfa þig og þurfur bara einfaldar stuttar útskýringar, sumir þurfur bara að láta drilla sig, bara aftur og aftur og aftur. Það er alltaf að tala um að ástæðan fyrir að bestu leikmenn í heimi séu ekki góði þjálfarar er að því að þeir eru bara, hvað gerir þetta ekki bara svona, sko? Já. Er það ekki smá þannig? Jó, og það var pínlítið svoleiðis, bara skiljið þetta ekki og svo með var æstur, bara skiljið þetta ekki og þeir bara, jú, þú er ekki að segja hann eitthvað annað svo bara fór leikurinn í gang og bara það fór allt eitthvað út á suður þannig að, ég myndi segja það ég hefði átt að hafa skýrari hugmyndafræði og skýrari kröfur um það hvað ég vildi að hver og einn leikmaður skilaði og velja mér eitt leikkerfi og standa á því það hefði hjálpað okkur, held ég. Hefur haldið áfram í B-deildinni með verkefnið ef að KR hefði ekki bankað? Þetta var náttúrulega ekki í þessari röð, sko. En jú, ég hefði haldið áfram. Ef þér að segja, ef að KR hefði ekki bankað? Nei, það var búið að taka ákvörðun fyrir það. Já, það? Ok, sorry, já. Ég var búið að fundi í Safamýrina og og það var, þetta er þetta skemmtilegt. Reka mann tvisvar. En ég fer inn á fund bara í Safamýrinni og þar sita 2 úr gömlu stjórninni og maður millið þeirra sem ég hef aldrei séð fyrir og hef aldrei séð síðan og hann bara rekur fólk, hann gerir ekki það. Já, hann bara kemur að reka þjálfara hann kemur ekki til Þú ert að koma í skrifstofun í dag og bara gera svo vel Þetta er korter Herriði, já, við fústum tvend að velja. Ég var samt með 3 ára óuppsýnilega samning. Já.
Þú byrjaðir á því, óuppsegjanlega samningur. Já, ég bara herðu, höfum uppsagnar ákveð eftir hvert ár, þá þetta einsársamningur. Gerum það bara einsársamning. Við erum ekki að tala 3 ár. Og þeir bara, nei, við erum að hafa exit. Já, þá þetta bara einsársamningur. Gerum það bara einsársamning, það er ekkert mál mínuna. Gerum bara einsárs og svo skulum bara þá vildu þeir það ekki. Og þá bara, já, en ef að hafa bara þá 3 mánaða svona rúlandi eitthvað. Þá þetta 3 mánaða samningur. Það er bara að launa maður bara, já, ekki, þannig að það endar í því ef ég gerir 3 ára óuppsegjanlega samning. Reyndar með því lofurði að ef að þeir myndu einhvern tímann ákveða það að þeir eru að reka mig, að þá yrði ég ekki millustöðum hálsinn á knattspyrnufélagi Fram. Og það er bara eitthvað sem ég ákveða að standa algjörlega við. Þetta er svo lítið leimur og þetta er bara svo lítið samfélag að þetta er ekki make or break inn í lífið þitt að crossita eitthvað félag. Þannig að það var alveg skýrt. En þegar ég fer sem þarna inn í þetta fundarherbyggi með 2 mönnum sem þekkti og það 3 sem ég, já, eins og ég segi, hef ekki séð áður og ekki síðan. Og hann segi, já, þú ert hérna komin að því að við erum í ákveðum vandarum. Og ég bara, já, við getum ekki reykið. Já. En við erum í vandræðum með borgaðalaunin og ef þú vilt vera áfram, þá verða allir leikmennir að fara. Við verum bara að borga til laun. Hvaða launum varst á vel? Nei, þetta voru ekkert svona laun. Það var bara þyngdist bara reksturinn við að falla. Og við bara viljum helst á farir og borgum þeir 1,5 mánuði uppsögnarfrest. Já, 1,5 mánuði, já. Ég bara eitthvað, já, má ég hugsa þetta? Já, fær 5 mínútur. Sagði gæinn annars sem var aldrei Já, hinn sögðu ekki neitt, þeir horfðu bara niður. Og já, það fyrir ekki að þetta annars hvað? Þú veist bara Já, nei, þetta var alltaf ég hef gaman að þessu, ég hef gaman að svona átökum ég hef alveg gaman að lendi í því bara þú veist, að fá eitthvað svona sem er bara dálítið álfur á móti ég ber miklu meiri virðingu fyrir því heldur en þú veist óuppsegjanlegur samningur 1,5 mánuður uppsögnarfrest. Nei, það var það sem var að semjum og ég segi, má ég fara fram og hringja eitt símtala? Það bara, já 5 mínútur, eða þú veist, það er hendur ekki já, 5 mínútur og svo bara fer ég fram og tek síntalið og ákvaða hvað reyna að fara út þetta, þú veist, reyna eitthvað aðeins. Hvað hringdur í? Ég hringdi í tengdapabba minn og konuna mína. Já. Og svo fer ég inn aftur og tek svo herðu en já, ef ekki bara er það ekki, ef þið viljið þessu ljúki og ég get ekki verið með leikminni yfir áfram, er það ekki bestu ljúki bara? Jú, það er okkar skoðun. Hinn horfður þarna bara niður. Og já, ok, ég til í þetta ef þetta eru 2,5 mánuður. Nei, 1,5 mánuður. Sæll, harðið maður. Ég sagði bara, já, takk og láta át. 1,5, já, flott. Já, takk, já, ég meina það. Já, það sagði 2,5, já. Ég þarf að ráða hennar gæði vinnu. Við erum að finna hennar mann, sko. Það er spurning hvort það getur gefið sér fram. Það er fínt að fá hann í samlinga þeirra. Já, það voruð að hlusta. Já, mjög gott. 2,5, 1,5. Þá sláum við heldur bara botnin í þjálfarumræðina. Já, við erum kominir í, sko, að því að vita ekki margir. Jú, vita allir, Bjarni Guðjóns já. Líklega bestir í, ég ætla að segja, sorry, þú veist, Rúnar Kristins Sorga sagði hvernig fóð með hann þegar hann kom tilbaka. Nei, Bjarni Guðjóns er einhver allra besti miðjumaður sem spilaði í bestöldinni eftir að ég fylgist með og náttúrulega bara frábæran feril. Genk, Stoke, Bochum, Coventry og Plymouth. Ég verð að byrja að spyrja þig, sko, þú eldir dálítið Dodda. Er hann svona skemmtilegur, eða? Já, Doddi er náttúrulega bara svo ólíkur mér og Jóa að því leiti. Hann er svona náttúrulega með allt á hreinu og hugsar að hann talar og bara, já, óbóðslega vandaður einstaklingur og það er helt og gott að vera í kringum hann. Þannig að, já, sko, þetta eru svona tilvílanir. Já. Bæði þessi múf. Er þetta hann eða þú sem er að segja þetta? Fyrrarskipti er náttúrulega Genk. Já. Og þá, ef ég mann þetta rétt, þá er ég bara í heimsókn og fer með honum á æfingu. Og þar er Amy, sem er sannlega besti þjálfari sem ég hef haft. Antunis. Og hann bara, vil ekki bara bræðinni vera allir saman. Já. Og eftirleikunum var einhvern veginn öðuldur eftir að Gullit var komin til Newcastle og gekk hann með svo snarbrjálaði maður. Já. Þannig að það var bara opaslega góð lending þaðan. Já. Hvaða season og hvar var Bjarni Guðjónsson upp á sitt allra besta? 1 season. Já. Það hlýtur úti. Það hlýtur að vera annað 3. ára mitt í Stoke. Já. En
svo átti ég besta hlut úr sísoni þegar ég fór á lán til Coventry. Já, og þá keyptuð þið það ekki? Já, þess að þegar ég fer frá Þýskalandi áramótin og spila þarna í 4 eða sem til loka þess tímabils, það besta svona rönni mitt í einu liði og svona, ef það hægt að tala tímabil, þetta náttúrulega ekki heilt tímabil. Varstu 6 eða 8? Nei, ég var kantmaður. Já, varstu kantmaður? Já. Já, ég náttúrulega sáði bara að spila í Íslandi, sko. Já, ég var Snöggur kantari? Keypti sem sender, eldfljótur. Já, þú veitir heimaðurinn að klikka hjá okkur maður. Það svoleiðis, þú varst eldfljótur í strækjar. Já, skoraði mark úti á móti í Írlandi. Já. Þar var skáti frá Newcastle sem var að horfa á mig og hann vildi fá mig. Douglas var líka þar að horfa á leikinn. Já. Hann vildi fá mig til Rangers og svo bara vatt sú saga öll upp á sig hérna sem sagt interilli mitt sem var reyndar alveg sturlað. En hérna, já, ég byrja sem sender fer til Newcastle er markaðastur fyrsta árið mitt hjá Newcastle í öllum liðum. Já. Fyrsta árið. Og sér reyndar var meiddur. Hann var fínn. Alan Shearer var fínn strækjar. Já, hann slapp, hann brasast í gegnum þetta, en hann var frábær og bara að öllu leiti æðislegu maður. En þannig að ég þar sem sender, fer til Genk og verð þar hægri vangbakvörður. Já, auðvitað. Já. Varstu pirraður þá? Nei, bara að fá að spila, var bara snýrist alltaf að fá að spila. Já. Og hafði verið á miðjunni sem ungu leikmaður og svo var ég bara sendir allt í einu meistaralokk, þannig að það var svona staðan sem vantaði í 96. Það var Bjarki Pétursson og ég vorum að slást þarna stöðu með Mika frammi. Þannig að þannig verið sendir. Og svo fyrir til Stók og þá var ég ennþá hægri kantmaður, eða verið þá hægri kantmaður alveg. Og Coventry og já, allt úti eftir það sem hægri kantmaður. Ok. Þannig að þegar ég kom heim og upp á Skaga þá segi ég á Dotti og Arnar og Bjarki og ég get bara verið eitthvað svona vinnudýrarni kring og hlaupið og djöflast eitthvað og lett heim að spila hópulta. En svona til að þróast það þessar vísi. Þá spyr ég á móti hvaða season og hvað var Bjarni Guðjónsson upp á sitt allra versta? Já, þetta aftur mjög úti. Já. Aftur. Ég var alltaf, ég var alltaf góður. Það heila tíma, hinn helmingurinn á næsta tímabili, eða þú skilur mig, hjá Coventry. Já, þegar var skiptur. Áðurinn fór til Plymouth. Já. Sem þeir kaup með sumarið og þessi 6 mánuður áðurinn fyrir Coventry, til Plymouth eru vestu mánuðin mínir. Já. Sko, þú keyptir til Newcastle á heilmikinn penning, 500.000 pund. Það alltaf á þessum tíma svakalega fjárhæð. Sko, þú spilar aldrei fyrir þá. Ruud Gullit, átti hann þátt í því eða? Nei, sko, það er náttúrulega nokkrar ástæður fyrir því. En ég á náttúrulega fyrst og fremst alla sök á því að hafa ekki spilað. Bara hvernig maður lendir og hvað væntingar og svona hvernig maður vinnur sér í gegnum þá vonbrigðin sem maður lendir í sem ungu leikmaður. Að þarna hefði verið óbúslega gott að vera aðeins með vitrari höfð og herðu mér og komast betur í gegnum þá erfiðleika sem ég lendi í þar. Hvernig var mentalitið þegar þú lendir? Að ég var bara að fara að spila. Já. Ég fer með liðinu í æfingarferð til Írlands og til Juventus og ég spila æfingarleik við Juventus í Túrin og með aðaliðinu og það voru þetta leit alltaf rosalega vel út. Nú svo byrja tímabilið og ég ekki í hóp og eitthvað ég verið að svekkja maður þessum hlutum að vera ekki í hóp og eitthvað svona alltaf svona í 20 manna hóp sem að var þá og þú veist þetta voru þá bara 16 eða kannski 18 og ég bara tók áfættunum illa. Var ekki ég hlustaði ekki ef ég fekk ráð og var alltaf mikið að pæli því að það væri verið að hlunfara mig eitthvað sem ég ætti ekki skilið. En í grunninn fótboltinn bara þannig að þú farið alltaf það sem átti skilið. Þetta gerast einhver undantekningar tilfellið þegar einhver með eitthvað persónulegt á móti þér. En þá oftast best að við komum til að segja það en það því miður ekki þannig í fótboltanum en það eru undantekningar. Í grunninn þannig að þjálfararnir vilja alltaf spila bestu leikmönnum sínum. Þannig að það já, ég ætla ekki að henda því á Gullit. Nei, en hafði þetta þá áhrif á hvernig þú performaðir á æfingum? Hengdur haus eða? Já, ég hengdi haus og svo það sem að gerist þegar ég raun og veru þegar búið ákveða að kaupa mig að þá er ekkert varalið, það er bara aðalið. Þannig ég keypti inn í aðalið.
en svo á þeim vikum sem líða frá því að ég keypti þá til ég flytt út að þá stofna Daglís varalið og þá þeir sem lenti vandræðum í aðliðinu sem að ég var byrjað í að þá mér hendi í varalið og það aftur eitthvað svona áfall klesti bílinn minn 2 sem var klúbbíl tók á mig bílinn, það var áfall líka fyrir mig bara, þú sjáðu bara um þig sjálfur þú fer ekki að drepa þetta bíl frá félaginu sko. Nei kera megin og eitthvað ég rakst utan en þú bíla eitthvað það var ekki glæslegt þannig að það voru svona eitthvað svona lítil áfall sem komu sem að ungur leikmaður miklar mikið fyrir sér og fer að búa sig til eitthvað svona áhyggjur og vinnur ekki almennilega á þeim og ég gerði það bara ekki En það talaði sko að þegar núna ungi leikmenn sem fara til Ítalíu og umgjörun bara ekki nógu góð og grípur það ekki og þeir eru bara einhvern veginn lendaði milli Bots og Bryggju þarna og svo hún góð annars staðar sko Hvernig var umgjörun fyrir unga leikmann í Newcastle? Var einhver umgjör? Nei, en það var svona fullorðinn maður sem ég gæti hringt í ef ég lenti í vandræðum. Nei, ég leigði mig bara hús á góðum stað og keypti mér svo hús 6 mánuðir setna og þeir vissi ekki hver ég var sko. Þannig að bara fullorðinn að slást eða senda ungur fullorðinn að slást í fullorðinsmanna heimi þetta bara dálítið svona sko. Það var enginn sem knúsaði og sagði bara hérna komin íbúðhandar og það var eða staðið þannig í dag það oft mikla væntingar til þess sem búist við að leikmenn fái en þetta náttúrulega bara svo óbúslega harður heimur en þetta er líka hluti sem hefur breyst það eru bara menn sem að þegar að koma leikmenn úr ólíkum aðstæðum flytja milli landa að þá bara eitthvað sem kennir þeirra menninguna í fullt af liðum fer bara í gegnum að hvað átt að kaupa í matinn og hvað kaupir í rúmið og þú veist, eða þú kannt ekki að þvo hvernig það fötin og allt þar fram til göðun. Mér langar að spyrja það er alvöru bómull Þetta er eitthvað sem ég velti mjög oft fyrir mér og að því að mér finnst þetta eitt að magnaðasta við fótboltana því við tókum dæmi á hann með Gabriel Hrannar og Alla og Andra og hvernig ferðlarnir hafa verið sko, einhvern veginn farið í öfar áttir og einhverju verða bara frábærir og komast í stundum horfum ég á leikmenn sem að hafa náð alla leið sem ég hugsaði, þetta er ekki sérstöku leikmenn en hann nær alla leið og öfugt það er óteljandi dæmi af leikmennum sem að voru frábærir en náðu aldrei þeim hæðum sem að kannski ætlast var til af þeim. Já, þeir eru fleiri. Þeir eru talsvert fleiri. Já. En þú færð bara það sem þú átt skilið yfir langan tíma. Já, ég held það. Ég held þetta sé svolítið. Ég held þú fáir það sem leggur inn í þetta og það er verið að svekkja sig hvort sem dómarinn eða þjálfarinn eða eitthvað liðsfélagi sem er vondur við þig eða þjálfari vondur við þig? Já, þjálfari vondur við þig þú kemst ekkert áfram með þetta það þýðir ekkert að velta þessu fyrir sér þú getur hins vegar mætt daginn eftir ákveðin í því að vera ekki svektur og ekki leiður eða ekki lítill eða yfir einhverju sem bjáta á daginn undan og bara áfram í lífið og það er bara, ég er 99% öllum þjálfurum eru þá bara þannig, heyrðu, hann er mættur aftur þessi gæði mættur, honum er greina skýt saman til skaman af því að þú breytir ekki þjálfaran og þú breytir ekki þessum liðsfélag en þú getur reynda bara að hafa áhrif á það hvernig þú allar með, þú veist, höndla þetta en þetta er hluti sem er auðveldara sagður en gerður og ég var ekkert svakalega góður í þessu fyrstu ára mín. Já, það er líka örgulega að því að, þú veist, ég held sem margir sem er að sperra þér núna, sko, eins og bara ungi fótboltamenn, þú veist, það er svo auðvelt örgulega detta í fórnarlamsvæðinguna í staðan fyrir að hugsa, eins og Stefán Teitur var þarna daginn í góðan þætti, hann var að tala sko að auðvitað, ef einhver þjálfari er ekki að spila þér, þá er það því að hún finnst þú ekki vera nægilega góður, hann er ekkert að leika sér að því að bara ég ætla að tapa þessu leika því að þú ekki er að gæja hann bara, skilur mig það er bara alveg 100% það er enginn að leika sér að því að hafa eitthvað góða leikmenn ekki í liðinu það er bara því að hann treystir ekki af einhvernum ástæðum hvort sem séu hæfileikar eða þú getur ekki hlaupið eða getur ekki sinnt verkefninu í þessum leik það er ekki þar með að það þurfa að vera svolítið til frambúð og það er þar sem að ég lendi vandræða bara með sjálfa mig allt og oft og hitt er náttúrulega að vera alltaf á kvartundan aðstæðum eða dómarum eða boltanum eða einhverju og bara, okkur skorar það ekki dómar, nei, veitu, þú veist hvað var markmiðið, hvað skorar mörkin þú getur hugsað þetta svona, skora mörkin á millistangana inn í vítig, þannig að þú ætlar að skora fleiri mörk, þá ætlar að koma á þann stað og þá getur þú bara velti fyrir þér eða þú ert 10 í einhverju liði og þú ferð aldrei inn í vítigin og hleypir aldrei inn í vítigin það er þá hugsanlega ástæðan fyrir þú skorar ekki hlöftu þá bara inn í vítigin eigur líka tölurst á að þú sért að skora þannig að þetta er miklu betur nálgun heldur en að stöða þetta bara og þarna ég að foreldrar náttúrulega svo stóran þátt að því að við erum svo lengi alveg börnin okkar við erum börn mikið lengur og við sem foreldrar, nú er ég foreldrar náttúrulega og að við erum alltaf fljóta að stökkva með þeim og helvítist þjálfar jú, dómarinn,
að dæma hann eitthvað og þú veist, þarna getur við hjálpa börnunum okkar mikið betur. Já, ég veldi líka fyrir mér, Gunni Birgis var að tala um því Dóttar fútbolum daginn og mér finnst áhugavert, hann var að þjálfa N1 mótinu og eitthvað sem ekki frá sig færandi, nema hann var að tala um sko að þetta ekki bara mamma og pappi sem að horfa, þetta bara mamma, pappi, amma og afi, frænka og frendi og kannski bara einhverju krakkar í, kannski Ali, kannski Déli, en sko í gamla daga þegar þú varst ungur Bjarni, sorry ég sagði þetta en þá var þetta þannig, já, því miður að þá var það bara, herðu, út í rútu bara eitt liðstjóri, spila núna, þú veist, maður velti fyrir sér sko, kannski hefur þetta ekkert góð áhrif á börnin? Nei, það var náttúrulega ekki liðstjóri hjá okkur. Nei. Og sko, þetta var aldrei þannig að þegar við vorum og fórum til Eyja til dæmis, þá komu foreldrar með og þá bara mamma hans og pappi eru með og bara svona neðeltur hann. Nú er þetta bara fyrir krakkana bara mamma hans og pappi eru ekki með. Já. Þannig að það, og sérstaklega svo ef við farum núna í það eins og ég er búin að fara í gegnum með Jóa að fara út og svo hérna hugsanlega aftur út og svo leiðis, að þá bara vilja erlendu félaginu ekkert afskipta foreldrum. Nei. Þau bara vilja ekki, þau vilja bara sjá að þessi strákast geti staðið í fótum og sinnt sér sjálfur og séðan sér sjálfur. En það eru skátar sem kom til Íslands og hitta leikmenn og svo þeir taka fundin að bara nú fyrir hindi, bara hvað ætlar að gera heim? Já. Í herbyggið þitt. Nú, hvað ætlar að gera í herbyggið mér? Bara förum heim og þá kemur það bara, þú veist, er allt í rusli, býr hann í rúmið sitt, er þetta bara eitthvað, skiljið, bara kynnast leikmenn, sjá hvað er að gera strömmurlega. Þetta er geðveikt. Þetta er töff sko. En maður hefur heyrt sko að skáta byrja að fylgjast með leikmennum í uppbytun, bara er þeir að reyma sér skóna, hvenær mættu þeir í uppbytun og annað, taka þetta bara next level og bara er hann að taka til í herbygginu. Mér finnst það bara fair. Já, mér finnst það eða fullt af peningi í hennan gaur. Þetta er bara valid metrik, ég er bara sammála því. Ég má líka til með að spyrja meðan ég með þetta Bjarni, sko, auðvitað erum með Jónas soninn og svo erum við bræðina og við erum með pappaðinn og við erum með alla þessa fjölskyldu af frábæri fótboltafólki. Þarna sko velti ég fyrir mér, hversu mikið er þetta bara að kenna að æfa eins og atvinnumaður, að hugsa eins og atvinnumaður versus bara talent, gen? Já, ég held að þetta sé ekki gen. Þú heldur þetta sé ekki gen? Nei, ég held að þetta sé, þú ert með fyrirmynd. Já. Með fyrirmynd sem þú ert að horfa, við höfum Dotta bróður, við höfum líka allar þessar strákubuska, Sigga Jóns og Arnar Bjarka og bara fullt af fyrirmyndum. Og svo held ég þetta sé kannski bara að við vorum sendir út, það var, þú veist, áskriftin á stöð 2 var sagt upp í apríl, tölvan, þú veist, við áttum hérna knock-off að Nintendo, við fengum alltaf knock-off að öllu, við áttum aldrei peninga, fengum eina dagaskó ári, við varum alltaf getið svona 2 númer og stórir, það er að passa í haust sko. Og hérna, þannig að áskriftin á stöð 2 var sagt upp, tölvan, þessi, hérna, hvað héti það eitthvað? Þetta hétt eitthvað alveg, þetta var ekki Nintendo þannig, það er sama system og það bara þetta var falið og það var ekkit, þú veist, það var bara út og þá náttúrulega var þægilegast ef að Jói var ekki eitthvað brjálar elda með að remja mig, að þá vorum við góður í fótbolta og við gátum að leikja okkur saman í fótbolta og svona var þetta náttúrulega með fleiri strákar bara í hverjunu, það var bara rosalega mikill fótbolti, svo voru æfingar en svo var bara nýra Merkutin í fótbolta, skólan, út í frímyndur á malbyggið í fótbolta, snjór, en það skemmtilega getur eitthvað skuttlar sem er í markinu, þú veist, það var bara alltaf fótbolti. Já. Sko pappiðin er náttúrulega bara besti þjálfari í sögu Íslands, ég ætla bara að segja og við höfum lengi reynt að fá hann í þáttinn síðan til að senda á hann að sagði takk en nei takk. Sko heldur hann hafi verið man on a mission að búa til atvinnumenn úr ykkur öllum þrem? Ég bara veit það ekki. Ég er aldrei spurt hann, en en hann reif í Hambrusinu í mér einu sinni samt. Okay. Það var þegar við vorum búin í sveit í 2 ár og svo var að koma þriðja sumarið og við byggum í Svínadal og ég var að vinna á næsta bæ, Geitabergi og þá var búið að bjóða mér að vinna á Hvítavöllum í Borgarfirði. Hvað ertu gamall þarna? 13. Já. Og þá er ég bara alveg harða ákveðin í því ég ætla að hætta í fótbolta og fara að vinna á sem vinnumaður á Hvítavöllum í Borgarfirði. Og þá fekk ég símdal og bara, nei Bjarni minn, þú ert ekki að fara að hætta í fótbolta að finna Bjarni bóndi hvað er alltaf þú að vera til 10 ára, alltaf að vera bara á Hvítavöllum sem vinnumaður. Þannig að þarna reif hann í Hambrusinu hjá mér. Og það er svona eina alvöru inngripið myndi ég segja, fyrir utan svona þetta daglega inngrip og það var svona meira bara hætti þessu væli og þú veist hætti að kenna ykkur með öðrum og þetta er svona hluti sem að ég held að
Ég og Jókalli höfum alveg talað við strákan okkar það bara, þú veist, að þetta snýst ekkit þetta snýst miklu með því sjálfan heldur miklu meira eitthvað umhverfið. Já, sko, ef ég spóla alveg tilbaka þá vorum við að tala með að þjálfa Jóhannes Kristinn í Norrköping auðvitað náttúrulega bara horfa á þetta sé allt strákarnir og nokkað, en setur ég að vel kannski bara setur maður minni pressu á son sinn eða setur maður kannski bara enn meiri pressu á son sinn þú þorir að taka hann út af hann á liðlegan leik Já, það meiri pressa, það erfiðara en ég náttúrulega, hann var ekki hjá mér í Norrköping. Nei, ok, hann var með aðlið en þú þekkir þetta sem hann náttúrulega kom inn í liðið hjá okkur í KR og nei, það meiri pressa það þú veist, þú mætir ekkert á sendi úr svona þjálfarans og þú veist, það svona litli hluti sem þú kemst ekkert upp með það minni afsláttur Já, mikið minni afsláttur. Þú færð engan afslátt. Nei. Ég man þegar ég var í Versló og amma kom stundum sem stundakæri í starffræði. Sko, ef var eitthvað skvaldur í bekknum, þá var aðskrifað mig aftast. Það var bara, Leifur, hljóð! Tengir við það? Já. Alveg 100%. Sko, var ekki djama. Amma. Dynot, bókaborð. Það eitt sem ég ætla að... Ég gleymi alltaf, hvað aftur Birgir? Hvað eftir besta bókaborð ef maður að fara út? Það Dynot.is, Dynot-appinu. Og Dynot að fara að lonsa á Hafnartorg Gallery, sem geðveik mathöll og... Þar verður sjálfsagt afgreiðslu kioskjáðum og hægt að panta með QR-kóðum. Þannig að ég myndi svona að segja veitingastæðum mánaðarins í okkur í Kati í júli Hafnartorg Gallery. Já, þetta er skúbb, alltaf gaman að skúbbi, Inga Tinni í Dynot. Hún ókona, hún reyndar ekki mikið fyrir slúður en... Nei, hún meira bara að fara að gera hlutina. Já, og láta verkinn tala. Það er henni. Kaldi. Vá. Sko, og gerjaður eða gerjaður? Herðu... Gerjaður ég ætla bara að tilkynna hér með það komin gjafleikur, hann hefur tekið á sig mynd Við munum birta mynd á Instagram og það þarf að læka hana og vera að follow okkur og síðan munum við gera eitthvað rúllettu spinn hana og 10 kassar af kalda fyrir þann heppna sem að reppir þá Spennandi, sumar kaldi maður Já, sumar kaldi Hörstrand, samlega nýjum helgjum frá Sjöstrand hefur verið gerð vöndi fyrir á kaffeúrvalinu. Þeir voru að fara þessi gegnum vörunina. Þeir fóru í endurskipulagningu. Já, og það alls konar og þeir eru auðvitað með kaffiblöndurnar, þessar síkildu eru með lungoen góða og ristretto og ég veit ekki hvað þetta kallir þetta allt saman sko. Og svo eru þeir auðvitað með brabættu kaffiblöndurnar, þú veist það sem að vinna með karmelu og alls konar góðgæti, blanda þessu saman. En svo eru þeir líka með boost. Þú veist, þeir eru með þetta nýja sem ekki kaffi, þú veist, það líka dálítið skemmtilegt sko. Af því að eins og fyrir mig, maður klukkar kannski orðin 2-3 og maður nennir ekki annað kaffibolla. Nei, alltaf sopna einhvern tímann. Já, það er gott satt að fá eitthvað heitt og gott. Já, ég reyndar alveg harður díkaf maður sko. Eftir hádegi sko. Sjöstrand, allt upp á 10. Sko, talandi Netflix-seríu Íslendinga-æventýri í Stók, sko, við verðum að fá Gunnar Gísla mata í þáttinn þegar var stjórnarformaður Stók, sko. Ég að hugsa bara upp á þetta. Sko, mættur í Stók City, pappiðinn að þjálfa fullt af Íslendingum að það tölum við Brynja Björnudaginn, hann talaði mjög vel þennan tíma, var þetta ekki ógeðslega skemmtilegu tími? Jó, þetta var frábær tími. Þetta var alveg meiri háttatími og náttúrulega, hafið þið komið á Britannia? Nei. Ég kom aftur daginn og og það var svo gaman og ég man svo vel eftir þegar ég kom í fyrsta skipti fyrir utan völlin og nú kom ég í fyrsta skipti með sem sagt, strákana mína fótboltstrákar og svo ég stelpur náttúrulega líka, hún var ekki með okkur en það eru svona fótboltstrákar báðir og þeir kom út og bara, vá, hvað þetta er flottu völlur. Og það alveg svona, völlurinn alveg þegar þú ert þarna fyrir utan, hann hefur alveg svona váfaktor sem miklu stærra heldur maður bjóst við og að fara sko úr eftir að hafa verið belgísku meistari og í Belgíu í frábæri lið og frábæri umhverfi í Seattle á Englandi, það var alveg svona þú veist, ég að gera þetta rétt, þú veist en já, mér langaði svo aftur til Englands en deildin náttúrulega bara óbúslega skemmtileg, kraftmikil og skemmtileg og svo var frábært að vera með fullt af Íslendingum í kringu sig. Við erum náttúrulega opaslega heimakæri Íslendingar og ef við vitum að Íslendingar kringum okkur þá er oftar en ekki að reyna að tengja og fá að tala eitthvað Ísland og tala íslensku og eitthvað. Þannig að það var frábært að vera með en svo náttúrulega voru líka bara fullt af frábærum og skemmtilegum karakterum, bæði danskir og sænskir og svo náttúrulega fengu Ólari vinvinn frá Belgíu og þú veist þetta var allt fullt bara, þetta voru rosalega góði tímar. Já, sko þarna, að því að þetta aðeins lengri tími en þetta, þú tekur þarna þessi 3 ár sko, ég veldi fyrir mér, hann ætla að spila þarna á 2 leikja dag nána sko, þú veist það var eitthvað tíminn til að skemmta sig með Íslendingunum?
Já, þú veist, það gafst alltaf eitthvað smá tími í það. Já. En ég reynda var eins og núna lítið í bjórnum Já, og þetta var ekkert eitthvað... en hann betri í Bretlandi. Hann betri, mikið betri. En það var ekkert, ég ekkert sem að það verið að þvælast eitthvað fyrir okkur. Nei, bara pæla hvað það var gaman. Já, en það var svona meira bara við borðum oft saman á kvöldin og út að borða og svo, þú veist, ef það var eitthvað skemmtilegt að gera þá varst alltaf svona með eitthvað hóp með þér og svona talað þú vinnur eitthvað, gerir eitthvað og með Íslendinga með þér. Þá verður að, þú veist, þú fær dýpri tenginga við fólki í kringum. Og þá... fleira í Stoke-on-Trent en Britannia? Fyrirgefðu, fleira? Já, þetta skemmtileg borg? Nei, því miður, hún það ekki. En sveitin kring er falleg en Stoke, nei, hún er ekki, þú þarft ekki að fara að leita þér í einhverjum búðum í Stoke, sko, eða gera eitthvað, nei. Can you do it on a cold Monday night on Stoke-on-Trent? Rainy night in Stoke, já. Sko, Bjarni Gata. Já, Bjarni Gata, það geta ekki allir. Sko, við vorum aðeins byrjaðar að tipla á þess áðan, sko, finna fyrir að vera svona þjálfarans. Enska pressan líklega ekkert grín og stuðningsmennir á bakinu á okkur. Þú hefur fengið að finna fyrir því eða hvað? Já, en ég hef bara lokaði mig frá því. Ég hef einhvern veginn alltaf gert það. Ég hef lítið lesið þegar ég var að spila og meira sem þegar ég fór að þjálfa. Þá, annarkot, sko, ég held að sé þannig annarkot verður að lesa allt og bara fara í gegnum og fylgjast með öllu alltaf upp og niður alveg saman hvernig þið gengur persónulega eða þá að reyna bara að taka þetta alveg í burtu og ég gerði það svolítið ég eiginlega bara forðaðist ég fylgdist alveg með og las aðrar en ég var ekkert mikið að lesa leikin okkar eða það var nú, hvað héti þessar síður, spjallsíður Já, það náttúrulega lifði alveg svakalega líf á þessum tíma. Já, þetta var nafnlaust og þannig að lét fólk bara vaða og eitthvað og það var ofta eitthvað, við varstu búin að sjá þetta, ég bara, nei, en jú, ég heyrði alveg að því að ég sérstaklega þegar ég átti slæmaleika þá veit ég alveg hvernig umræðan fór á stað. Já, talandi þetta, tala að ekki lesa blöðun eða spjallsíðunar, sko, ég velti fyrir mig núna, árið 2005, við erum margir trúað með hlaðvarp eins og við tveir og fleiri, myndirðu segja leikmenn sem er að hlusta á þetta að reyna að hætta og líka bara eins og til dæmis þegar þú veist þjálfari KR þarna væri öll hlaðvarp landsins bara að tala bara okkur ekki búið að reka á maður að reyna að loka bara alfarið á þetta eða? Nei, ég held að sé bara fyrir hvern og einna ákveða ef þú getur tekið þessu öllu með tiltölulega miklu jafnægiði og lætur ekki sveiflunar upp, hafa áhrif og ítaður ofhátt upp, þannig að þú haldur og sért orðin ósnertanlegur og samanskapið þá þegar sveiflunar fyrir niður og er að lemja þig niður að þú látur hann ekki brjóta þig. Ef þú getur það, þú getur silt gegnum þetta, þá er þetta ekkert mál. En það var einhvern veginn bara fyrir mig, mér fannst þetta oftar en ekki pirra mig og svo fann ég það bara, ég var dálítið ánæður þegar ég fekk mikið hrós að svo var það bara ákvörðin, ég ætla ekkert að fylgjast með þessu. Nei. Þú spilar náttúrulega helling af leikjum með Stoke, sko skrokkurinn greinlega bara í toppstandi ég er bara rúlega þetta þú hefur verið hefn með skrokk Já, ég lenti smá bakvisinni en annars var ég bara tiltölulega góður 42, spila alla leikina 2001-2002 Já, það vantar í þetta leiki sko Já. Þetta voru 50 okkur leikir ári ég spilaði tefnilega 160 leiki á 3 árum og það var frí stóran þetta mæ, júní og júlí og einhverja æfingarleikir þannig að þetta voru bara 3 leikir í viku og bara rönn í gegn En þú veist, hvernig voru æfingarnar þá? Var það bara jóga eða? Nei, það voru ekki að hlaupa? Nei, já sko, það var náttúrulega erfiður júlí er alltaf mjög erfiður en svo kemur inn í sem sagt, bara tímabil og þá eiginlega tekur þetta við en ef það datt leikur í miðri viku að jú, þá fyrir að löpa Það var ekki náttúrulega Nei Það var ekki náttúrulega En hvernig var, sko að því að tala breyting á umgjörð frá til dagsins í dag auðvitað komum bara einhverja 18 læknar per leikmann í dag hvernig var umgjörðin þarna og síðan hvernig hugsaðir þú þig sjálfur sem leikmaður bæði líkanlega og síðan upp á mataræð Já, og líka til að gera 17. spurninguna að koma frá belgisku meisturunum í sétildinni í Englandi sko. Já, sko umgjörðin hjá okkur Steppi Stoke eins og hann kallar hann kemur með pappa til Stoke og það breytir rosalega miklu ensku sjúkraþjálfararnir þessum tíma sérstaklega í sétdeildinni voru ekki sérstaklega góðir þannig að við fáum þarna algjöran fagmann með okkur sem hjálpaði rosalega mikið til bara opaslega mörgu leiti í þessari vinnu sem er á milli allra þessar leikja þannig að það var mjög gott það var einn aðstofþjálfari, það var enginn að horfa á okkur vídeo nema bara þjálfarinn, það var enginn greinendur
þarna, Nei. Nei. þú veist, bara ef þú ætlar að greina þá bara fórstu sem framkvæmdastjóri eða sem þjálfarinn eða aðstofþjálfarinn og þú horfður bara okkur vídeospólur og reyndir áttað á hlutunum og enda fór greiningin flest fram að menn fóru bara að horfa á okkur lið spila live til þess að geta séð allt sem þurft að sjá þannig að það hefur heldur betur breyst og alveg bara svakalega mikil breyting sem hefur orðið þarna eins og í sjúkraþjálfarafræðunum og fjöldanum af fólki sem er komið í kring og svo núna það sem ég heyrði daginn að Newcastle keypti eitthvað app og búið að vera að reka eitthvað app í held í 18 mánuði og það sem er að horfa gervigreind sem horfir á liðið spila og svo er eitt bara með iPad og þegar svo bara kemur pingar bara appi sem hvernig ljós á bara þessum leikmunum hann er að fara að tókna Shit. Nei. og þú ert bara svona að beita aðeins öðru svo kemur bara rautt og þá bara út af með hann eða þá hann tóknar og þeir séast vera búin að spara sér fleiri milljónir í kostnað þetta og segja núna hann geti minka hópinu 2 leikmenn út að appið að svínvirka. Þetta er Það rosa. er bara komin í fútbolmanagerinn. Þetta er ótrúlega. rosalegt, já. Þetta er mjög áhugavert. Sko, ég veit ég var með anstakar landslega eftir, mér langar að spyrja samt, að tala aðstöðu, sko, þú búin að spila með öllum sem toppliðum, fara svo aftur svo í vitni í þátt sem vorum með Aron í gær, hann var að tala hvað aðstæðan í HSI væri hræðileg, líklega eitthvað svipað upp á tenginu með KSI þegar þú varst í landsliðinu. Já, sko upp á sjúkraþjálfara og svona já, sko, 21 landslið ég var í 5 ári 21 landsliðinu og þar voru liðstjórahópurinn alltaf mikið betur heldur en sko, með allri vinningu það voru bara svo fáir við fengum liðstjóra sem var líka sjúkraþjálfari hann Sveinbjörn og hann var frábær en svo þegar Sveinbjörn komst ekki þá fengum við bara liðstjóra þá var engi sjúkraþjálfari þannig að því að hann kunni ekki að nutta og djöflast og hugsa okkur sko, en þannig að aðbúnarum 21 landsliðinu var ekkit sérstakur á þessum tíma við vorum pínu heppnir í gamla 16 og 18 landsliðinu af því að 18 ára keppni var á Íslandi og við spilum riðilinn á Íslandi Spátn og ég man ekki hvað hinn tvöliðin, þannig að við fengum dálítið flottur rönn inn í það mót til að undirbúa það lið sem átt að spila heima og það var vel hugsað það en svo er ég komin í 21 landsliðin á sama tíma og aðbúnaðan þar ekkit svakalega góður og svo fyrstu árin í landsliðinu þá þetta ekkit glæsilegt. Það verið að reyna að lyfta upp, það er læknir og það er sjúkraþjálfari og svo kom einhverjum tíma seinna var alltaf komið nuddari en sem betur fyrr þá hefur KSI fjármagn og bólmagn í það að manna þetta mikið betur heldur en við höfum gert. Já. Og ég held síðast bara ég held að Lars hafi tekið risastór skaðan þegar hann kom. Sett bara kröfu á KSI bara ef við erum að gera þetta þá gerum við þetta almennilega. Já, og talaði líka sko að þegar þau voru að fara í útileiki tók ykkur 17 millilandaflug og hann sagði bara nei, það er bara leiguvél, það er bara ein flugvél. Einmitt. Það var alltaf verið að spara 2 daga. Sem enska landslið kom saman og þá var leikur í laugardegi í Englandi, allir hittast á sunnudegi. Við hittum stundum bara á miðvikudegi sko. Þannig að þú veist, og oft fekk þá þjálfur bara 2 æfingar og svo leikur meðan enska landsliðið þjálfaði alla vikuna, þú veist, var saman alla vikuna og gæti undirbúið sig. Já, getur ímyndaði sko 2 dagar í þessu hlutfalli sko. Sko samkvæmt ég skammast mér svo fyrir að hafa vitað ekki að hann væri kantari sko, ég verð mögulega hægt að með þetta podcast en spila alltaf helga leikjum sem við tölum sko þú heldur áfram að spila í Championship þrátt fyrir að pappin látin fara, við skildar rétt langar ekki að standa með gamla mannum og yfirgefa skútuna? Jú, það er svona alveg kvarlað að mér en þú ert bara í aðstöðarna maður með samning og ákveðna skildur, sjálfum sér og fjölskyldu sinni þú veist, það er vinni nánast í fjölskyldu en hann var aldrei með neina óskaða kröfu það ég var bara að hugsa um mig og hann fór bara og var að hugsa um sig alveg sem við gerðum þegar hann var að þjálfa mig en nei, það fór aldrei þannig en sko síðast árið mitt stók var mjög gott. Já, ég fekk rosa bakk upp þá allt í einu frá öllum í stúkunni. Já, þegar pappið hann farir. Já, þá í mörgum leikum þá var ég svona, já, það var bara óbúðslega gaman. En sko, það er annað. Taka leikmenn eftir hvernig aðdáendur taka þér sem leikmanni? Já. Þú tekur eftir því? Já. Þú gerir það nefnilega. Já, ég get ekki, já, þú, sko, já, það er útiloka annað en að finna það. Og það hefði áhrif á spilamennskuna þennan, myndirðu segja það?
það gæti alveg bara farið í báðar áttir sko. Ef við fekk þú veist, og svona þetta aftur eitthvað, hvað þú getur ákveðið bara með sjálfu, hvernig þú letur þetta hafa áhrif á þig hvort þú verður allt og ánægð með þig eða hvort þetta gefur eitthvað vind í seglin en neikvægt baul og pú getur líka sett vind í seglin ítir áfram og bara, þú veist, ég spila ekki aftur að reyna að baula mig sko. Bara glimti því glemdu hugmyndinni sko, aftur vorum við Brynjar daginn og við vorum að spyrja hann af hverju Gaui var látið fara, þú ert nú aðeins nær Gaui heldur, Brynjar var með eitthvað mikla kröfur, vildi fá miklu meira budget að því voru alltaf að fara upp deild, veistu af hverju það var sem að Nei, í grunninn veit ég sjálfsög ekki út af hverju en hann vildi náttúrulega bara ráða og þú veist að þetta væri hans frekana þeirra sem voru með peningana í þessu og ég get ímyndað mér að það hafi verið vesinn fyrir þá sem að réðu eða sem að voru með peningana sinni í þessu og svona, þú veist, þarna kom kannski að því að það var tengingin þeirra á milli þessum áttu félagið var sterkari heldur núna einstaka stjórnamanni í þjálfarna á þeim tíma en það var hins vegar þannig að sko fyrst að markmiðinu var náð og það var pínu skrítið en fengi ekki annað ár þegar maður horfir á þetta bara allavega samkvæmt heiminn, þá finnst mér eiginlega auðvitað er ekki með alla söguna en þetta er frábær árangur ég er heldur ekki með söguna við því en það er svona væri alveg gaman að heyra það bara eins og þú sagðir að fá Gunnar hérna og þú veist að því að það má alveg, þú veist, ég held að vera enginn eitthvað sérstaklega sár í dag að heyra raunverulega ástæðuna fyrir því hver svo svona var en ég er því miður ekki með hana það býðir betri tíma búi í Bokkum eða Genk helgaferði eða búðar velja annað hvort staðinn? Genk mæli með ég geti bara hugaði flytið á aftur frábær staður lítill bær bara og opbóðslega vinalegt og gott fólk ég fór þangan daginn líka og hún var boðið út við fórum allir bræðnir og konuna með okkur og svona moment af vellinum og það var mjög gaman og það var góð mæting úr liðinu öllu þannig að Genk, engin spurning sko þú ert mest í sko, England, Belgia, Þýskaland hvaða land hentaði best og hvað var best að búa? England og ég er ennþá þannig að þegar ég flýg til England svo er að lenda ég bara, ég er komin heim hér á ég að vera þannig að það englendingun er líka bara frábær eða þú veist bara Bretinn er frábær finnst mér allur og hérna þannig að þar er þangað eiga fótboltamenn að stefna og komast Áttu vel við Bretan félagslega breska húmorinn, er hann að þínu skap? Já, heldur betur Sko þarf maður samt ekki alveg að vera þú veist, þú varst í Stók og þar var alltaf Þór Enginn að stríðar því að pabbiðin var þjálfarinn og svo Coventry og Plymouth og þú veist þarf maður ekki með breytt baka, er ekki verið að stríða manni? Jú, alveg stöð sko en það held ég að það hafi fylgt mér bara frá, ég var í smá vesinni með það fyrst í Newcastle og það er ennett hlutin að það sem að ég var í smá brasi með en svo þegar þú nærð honum þá er þetta bara hann er rosalega skemmtilegur alveg stöðuð bara og þeir sem eru náttúrulega bestir og þeir sem eru svona mest kvikastir og grípa bara allt þú veist, allt sem klikkar og það er rosalega gaman að vera í svoleiðis klefa Við erum að detta í að þegar hann er mættur til Íslands klárum atvinnuferilinn ertu með eitthvað ef og hefði handtökur eftir atvinnuferilinn eitthvað sem þú hefði viljað gera öðru í sig Já ég hérna er hvatvís og hérna þannig ég hefði viljað vera lengur ég hefði getað verið þegar mér fannst öll sund vera lokuð í Coventry og Peter Reid væri búin að afgreiða mig algjörlega að þá hefði ég átt að gefa því örlítið lengri tíma ég hefði hugsað þrátt fyrir það að var frábært í Stók þá hefði líka verið frábært að vera lengur í Genk þannig að hérna, ég myndi segja að þetta tvennt ég var á fljótur að fara ég var brjálar í Genk tvítugur bara af hverju er ég ekki að spila alla leiki af hverju ekki að ljóni og bara hérna sportchefinn bara Bjarni þú ert að spila sko 2 af hverjum 3 leikjum sem við spilum ég bara, það er ekki nóg ég á að spila alla leiki af hverju er hinn að spila undan mér og hann bara, þetta er ef það verður ósátt með það, þá verður við kannski finna bara aðlust finnum hana þá finnum við hana sko, ok, hvatís, ég verð að spyrja einu mjög hvatís sem er auðvitað gott að eðlisvari stundum þá spyr ég ef að hefur að taka við KR ógeðslega auðvelt að vera þetta núna, ég veit en sko maður veit ekkert hvenær maður fara aftur tækifæri og þetta er að sama erfiðasta spurningin
þegar ungu leikmaður spyr mann í dag 16 ára strákur á ég að fara út og þú segir nei, býttu það er bara svo margt sem getur gerst og fara aldrei aftur tækifærið og þá þú þessi sem sagði nei þennan strák og ég leita á þannig ég viss alveg að ég geti lent í brekku með KR sem að kom svo reynda setna en í bjóstuð ég kannski byrja á góðu rönni en lendi svo í brekku en ég bara var eiginlega nokkuð viss það ef ég gerði ekki núna þá ekkert viss að þetta komi aftur Já, mér vel svara líka ég hugsa eins og kúrikaskóðni Arnar Gullungs talaði þarna, ég þarf eiginlega að sjá mynda á hann í þessum skó Þú getur að alveg séð fyrir þér Já, hann regla en hann talaði að því að margir okkur tók hann ekki bara seinna við landsliðinu bara gaur, ef að landsliði býst þá bara fattur eitthvað af því Þetta er bara dálítið svoleiðis og þú getur bara séð fullt af þjálfurum sem hafa lent í þessu sem ætla einhvern veginn, já þetta kemur bara setna, þetta kemur bara næst, þú ert næstur eitthvað svo bara nei, Lass var næstur svo bara ég ástu eftir, nei, Heimir tók svo þannig að það er að sama sem gerist núna ef Arnar hefði ekki tekið þetta núna þá veist ekkert þetta er algjörlega útilokað við þetta Kannski síðasta að við erum fyrir utan Íslands strendur Ertu með þýskuna, belgískuna eða flæmskuna, eða belgíska flæmska og sænskuna, ertu með þetta alltaf hreinu? Nei alls ekki, en ég var svo forðið fljóta þegar fórum til Belgíu þá skildi ég nánast allt áhugavert en var nú ekki bind að svara tilbaka og svo þegar ég fór til Þýskaland þá blandaði þessu öllu saman og Dotti var alltaf bara Bjarni, þú átt að tala flæmsku og þannig að Dotti tala bæði þýsku og flæmsku en það er hann náttúrulega mikið betur gerður en þannig að hann er með þetta alveg á hreinu en ég skil alveg svona, þú veist, fótboltatungumálið í þýsku mikið betur flæmskuna og sænskan var öll að koma en ég var svo gamallir frá þangað, það satt ekkert eftir þegar ég fór, skildi það allt eftir að tala að ef þú ætlar að fara í frönsku deildina til dæmis, þá verður að kunna frönsku þú veist, er það sama í Þýskalandi og Belgíu? Já, Amy þjálfaði rosalega mikið á ensku og vildi alveg tala við okkur en ef þú fer í franska hlutan í Belgíu þá lendur oftast að fransku þjálfara og þá verður að skilja fransku þannig að það er svona hjálpaði mér ágætlega og hann talaði líka ensku og allir í kringum félagið töluðu ensku þannig að það er svona aðeins hægði á flæmsku að ná flæmskun almennilega þannig að ég held að einhver leiti sé kannski bara oft gott að lenda bara beint í bara grjótari, bara þýsku og það er ekkert annað í boði og fá ekki að tala við neitt og það getur engin redda þá ertu einhvern veginn fljótar að ná þessu Já, það er hóverið í Bjarni, ég vissi ekki Nei, maður ekki grunað það Nei Þetta er hluti sem ég lendi bara dálítið oft í að, ekki það með hóverðinendilega en bara svona fólk er búið að ákveða hvað það er að fara að hitta mig í fyrstskipti maður er bara að sjá það inn á vellinum og svona Já, en það er eins og með marga aðra það er alveg eitt að fara út af völlin og yfir línuna og þú veist, þurfa að gera það sem þarf að gerast þar þá þarftu bara að gera ákveðna hluti sem svo ferðu og keirir og fer í hagkaup þú þarft ekki sumu eiginlegan á það Kassanum Já, þetta er eins og Kjartan Henry þetta er mest toppnáki sem ég kynst þetta var mest í hálfut í heiminu Það er mikill meistari en við erum komin í bestu deildina árið 2006 nýra aftur til Íslands og gengur til liðs við IA endi í 7. sæti í deild á þínu fyrsta tímabili væntanlega bara solid eða hvað? Nei, aldrei Nei, með við það sem að gerðist að Dotti og tvíburarnir voru að spila og ég kom og var með þeim að þá voru væntingarnar meiri Já, þið 4 voru að spila Já, okkur unnið ekki móti þeir eru náttúrulega komnir svona á síðustu metrana þó að Bjarki hafi vissulega farið áfram eftir þetta og gert hluti sem engi bjóst við að gæti gert þegar hann sildi F-liðinni í titilinn og síðast árunni sínu en það við vildum meira Hversu mikið vildu þið? Já, Evrópa var svona lámar og vonandi eitthvað bikar það er oft talað það þessi lið sem að svona sjá þau get ekki alveg meistarar að þá, náum í Evrópu og vinnum bikarinn það er mjög flott tímabil Hver er að þjálfa liðið þarna? Ég var að reyna að finna Óli Þórðar, já 2007 endi í 3. sæti með 30 stig eftir 18 leiki og farið í Evrópukefna Pabbi mættur Já, það bara parið að hvað við væntingarnar, eða var það bara sá stóri það? Nei, það er nefnilega komið á og það raunverulega lendi 3. sæti þar á eftir
hvort það var Valur og KR að sko með að við svona að við tölum budget á hann í fram að með að við held í budget sem var í gangi upp á Skaga á þeim tíma og svo með það sem var að gerast í Reykjavík að þá var það bara svona nánast eins og að vinna mótið fyrir okkur en það fögnum við þannig þegar við unnum síðasta leikinn og tryggðum okkur í Evrópusætum. Já. Varst að gefa vinnu hana? Gefa hana? Ég sé ekki gefa hana en það, nei. Ég og þarna aftur að því að koma Evo hefði áðan að geti ég komið eitt svoleiðis að þarna hefði ég geta verið úti áfram. Já. Ég hefði geta farið til Skandinavíu en ég bara leit niður á hana. Ég bara farið til Skandinavíu. Hlaup allan veturinn einhverju norsku liði, þú veist, ég ekki hlaupari, ég bara Nei, takk, það ekki fyrir mig. Ég verð frekar þetta på Skaga. Nei, sjáum bara hvað við getum gert á Íslandi og við lögum bara að athuga það hvað í boði á Íslandi og staðan þá náttúrulega heima 2006, það var til eitthvað peningum vinna. Jú. Og þannig að þegar þú varst að bera það saman við það sem er gerast í Skandinavíu, reyndar þetta ennþá svolítið í dag, kannski ekki fyrir þá sem er að koma heim en svona fyrir, þú veist, þetta oft allt og líkt hvert öðru að það var bara nóbrinn að koma heim og fara í og fara í skóla. Ég með eitt hot take 2006-2007 liði, allavega 2006 þá, þetta kannski besta skagalið á þessari öld. Ég ekki með neyma hana nægilega vel en þú veist. Nei, já það sko liðið náttúrulega verið í Ísland 2001 en þeir segja það sjálfur sem spiluðu þar að það var lélegt Já, ok. Og það farið miklu meira á samheldni og stemmingu og svona í því liði sem var þar. Jú, það þetta var rosalega vel manna liða því það voru fullt líka flottum strákum upp á Skaga að spila þessum tíma. Já. En þá verður þú að spyrja að sko það sem að þú ákveður að vera á The Nice Guy Bjarni Guðjóns í að vera dáðasti sonur Akranes í að fara yfir í KR erfiðast ákvörðun sem það tekið það? Nei hún var það ekki ég það eins og þetta var bara lagt upp á þessum tíma að þá var það reyndar ekki KR heldur Valur. Já. Og þá bara haft samband við mig og ég fyrir að hitti þarna 2 stjórnir og það bara Valur búin að gera tilboð og við viljum selja þig. Af hverju vildu við selja þig? Það eitthvað sem ég náttúrulega veit ekki og ég bara já, ok og þið viljum sem þetta, já, við höldum þessi best bara. Það var alveg svona? Já, ég bara já, það ekkert mál en ég vil ekki fyrir Val. Nei. Má ég athuga hvort að KR hefur áhuga á mig. Já. Að því ég gerði það líka þegar ég kom heim. Og okay. þá bauði Teiti Þórðar mér á trial til La Manga. Já, Bjarni minn, þú mátt koma. Komdu bara æðið með okkur, sjá bara hvort þetta er nógu góður. Sjá hvað getur það. Og ég bara, Enda 17 rúlingur að það. Já, þú veist, 26 ára að koma heim og ég bara, já, nei, þú veist, af því að það var alveg, ég fekk tilboð annars staðar frá líka þá en vildi fara upp á Skaga. En þarna kemur sér þetta Valur ítir við þessu. Ég bjóð þarna Jónas Kristins, þá var þetta framkvæmdastjóri sem býr ennþá á Sólhaldagötunni, ég bjóð á Hávallagötunni beint fyrir aftan hann og Jónas segir að mannstöru sömdum yfir grindverkið, við vorum bara hlið við hlið, bak í bak og og svo kláraðist sá díll bara heima hjá Jónasi en það var lausnin, eða leiðin út úr þessu fyrir að þannig að allir eru sáttir með þetta, Skaginn sáttur að selja mig og ég var sáttur að fara í liði sem ég vildi fara í þannig að þetta fór svoleiðis. Þarna varstum ekki með neina tengingu við KR, eða nokkuð? Sko, kona mín er KR-ingur og öll hennar fjölskylda. Þannig að það það var engin þannig tenging. Nei. Það náttúrulega tengi mig ekki við KR á þeim tíma. En við vorum samt, við komum heim og fyrir beint upp á Skaga en flytjum svo í Vesturbæn. Já. Þannig að ég bý í Vesturbæn þegar þetta er að gerast. Og þetta var mid-season eða ekki? Jú. Já. Ég hefði getað spilað þarna 18 leikja deild, þarna hefði getað spilað 19 leiki sem hefði verið mjög gaman. Já. Að því ég spilaði sömu umfyrinni fyrir IA og KR. Það hefði verið geðveikt. Ég bara fekk rautt spjald, þannig ég spilaði 18 leiki samt, með rautt spjald. Já. Áhugavert. En sko, þetta er kannski fálega spurning, en þú veist, þú ert KR-ingur, eða ekki? Jú. Já. Það er rosalegt sko. Ég náttúrulega fæddur og uppalinn Skagamaður. Ég segi það. Og það breytist aldrei og ég ber mikla tauga til IA og Skagans og þannig er fullt af fólki sem er mér óbúslega kært og félagið er mér kært, engin spurning. En það sem gerist þegar ég kemur KR er bara að mér er bara tekið einhvern veginn á þann hátt að ég verð bara hluti. Ég verð bara hluti af öllu sem er að gerast í KR og
stuðnismennir, jú, var smá brekka í byrjun, svo leistum við það með góðum fund á Ljóninu og síðan þá það bara menn sem ég enn í dag þegar ég hitta og þá tökum við alltaf spjallið og ræðum saman og þannig að KR tók rosalega vel á móti mér og raunverulega bara breytir þessu. Bjóst aldrei við myndi gera. Steini Gísla sagði það mig þegar hann fyrir KR. Ég bara, og svo hitti maður hann, þú veist, var náttúrulega kynntið, þú veist, aftur í Stók og eitthvað svona og ég var að segja þú ert náttúrulega skamar. Ég engin skamar, ég gáringur. Ég var eftir eitthvað bilar. Þetta skamar. Nei, ég gáringur. Alveg grjótarar. Og ég bjóst aldrei við að vera í sömu sporum. En það var raunin og það var einhvern veginn bara, þú veist, þetta ekki eitthvað sem ákveður bara hjá þér, en þetta bara gerist í samfélaginu út í KR. Sko, þú veist, mér langar að taka annan þátt með ykkur og tala bara af hverju KR og Vesturbærinn svona. Mér finnst þetta, ég þarf að fá bara David Attenborough og tala það eitthvað. En sko, af hverju Valur, sko, þú talar Val eins og þessi hvíti riddarinn, sko. Bara, já, nei, ég ekki að fara í Val. Nei, þetta var kannski full harkaleg orða hjá mér, en ég bara, það var einhvern veginn... Þú eru Íslammeistari 2007, ekki? Jú. Þetta var einhvern veginn bara hljóma aldrei rétt. Já. Ég fór samt alveg í viðræður við það og við ræddum saman en ég var alltaf á leiðinni í KR og vildi komast þangað. Já. Nei, þú veist, sko, bara Börkur formar þessum tíma og bara svo í skjótinu inni, sko, og fólk ofta gagnrýnið þessa baráttu jaxla í fótboltanum Börk og Jón og Gunnar Sigur upp á Skaga og þessum en sko, fótboltanum í Íslandi væri ekki samur, Valur væri ekki samur nema að Börkur hefði verið þarna og haft aðkomað þessu. Klárt mál. Heyr. Sko, að þið erum aðeins búin að nefna þessa ungu stráka sem eru núna margir á bekknum hjá KR í dag og margir að spila líka á einhverjum tímapunkti þarna eftir að þeir eru undir þinni stjórn faraði síðan til Gróttu, margir hverjir. Ég man að ég var þá allt í núna harður Gróttu maður líka og var einhvern tímann í KR-heimilinu, þú mást pottet ekki eftir þessu, hann varstu þjálfari held ég og ég mæti í Gróttu peysu í KR-heimili. Það var ekki gott lúk sem ég fekk frá Bjarnar Guðjóns þá, sko. Ég hef aðeins bakka með þessa skoðum mína. Mér finnst að þau félög að vinna meira saman og vera meira sátt og samleiti. Já. Ég trúi því í dag að KR sé þar. Við þurfum þá. Já. Við þurfum bara iðkendurna og eigum bara að vera systrafélag, sko. Já, en það er samt alveg þannig að sko annað félag aðeins stærra og hittir öllum minna. Við þurfum að átta okkur á valdæðafæðinu. Það er alltaf að vera hann. Og það er alltaf það sem er pínu erfitt þegar þú ert að tala um að tvö félög fari að vinna saman eða sameinast eða hvernig sem hún lítur á það. En ég er alls ekki að tala um sameiningu, heldur bara kannski að við séum meiri bestu leikmennir í fótbolta í Gróttu eiga bara að fara í KR. Samanlega? Þetta er bara svoleiðis og meðan að KR er með handbolta, þá eru bestu handboltamennir í KR eiga að fara í Gróttu. Þú veist, þetta á bara að vera leiðin og samleiðin á milli félagana. Og svo þeir sem ná ekki alveg alla leiki, þeir fá svo að fara til Gróttu og spila í Gróttu. Einmitt. Samanlega, ég hugsa ennþá augnar að þessu fyrir hvað ég fyrir að sjá. Þetta er skemmtilegt. Sko, já, en við erum komin þangað í tíman að þú ert komin til KR. Já. Og kannski tökum 2011 lið í KR. Auðvitað frábært lið. Bjarni Guðjóns, Baldur Sig, Greta Sigfinnur Gauði Bald, Messi, Hannes Þór, Kjartan Henry og fleiri góðir. Sko, vinnið tvöfalt með Rúnari Kristins í brúnni. Stúka hristist. Er þetta besta lið sem þú spilaði með Íslandi? Já, ég myndi segja það. 96 liðið var rosalega gott, en 96 liðið var samt sísta skagaliðið, þó að það hefði vunnið flesta titla. Það er eina liðið sem hefur vunnið þrefalt á Íslandi. Já, ok. Deildabikarinn, Íslandsbikarinn og bikarmeistaratitlinn. Það hefur ekkert gert það síðan. Nei. Og það var alveg fróðlegt að sjá það gerast. En það liðið var meira svona eins og skagaliðið 2001. Þetta var meira, það var fullt af frábærum leikmönnum, en það var meira samheldni og svona liðseffort. Þetta KR-lið hafði hvort tveggja. Það var rosalt liðseffort í þessu liði. Það var frábæran þjálfara og allt liði í kringum liðið var frábært. Inn í hópnum voru svo alveg frábæri leikmenn. Nefndu Kjartan Henry áðan sem er frábæri eiginleikar sem leikmaður og hrósa hann alltaf fyrir það og gera það við enn. Ófyrirleitnin í honum sem leikmaður oft og svona það sem hann var til í að gera til þess að vinna var aðdánavert. Mér fannst alltaf, og þegar ég sagði við hann þá var það út af því ég var að reyna á hrósum og oft fannst hún að vera leiðilegt, en það var frábært við hann. Gauði Bald náttúrulega bara elskaði að hlaupa fyrir félagið og berjast. Gretar, sko, bara
hug og hjarta félagsins, þú veist, og svona bara gastu farið í gegnum þetta allt saman. Mummi frábær og Jónas Gunni, þú veist, og Viktor Berki, þú veist, allir þessi strákar sem komu í kringu liða á þessum tíma, þetta eru allt saman frábæri leikmenn og svo það sem við höfðum, sem ofta ekki svona vel mönnu lið ná, að það var rosalega eining í liðinu. Já. Og við vorum rosalega gott lið. Mér langar að spyrja sko... Af hverju var svona mikil eining? Ég held bara að við náðum saman. Við rifumst á æfingu og svona það var oft... Margir karakterar þarna. Já, mjög, og bara fullt af erfiðum æfingum. Mummi, náttúrulega, svona besta saman á honum var einhvern tímann, þá vorum við að spila 11-11 og Logi var enda þá með lið og svo lendir hann í hann eitthvað taklaður og honum finnst hann eitthvað aukaspilnan dettur og rúlar út af sess og upp og situr hann og klórar sér svona í leggjónum og svo bara allir Mummi horfin. Svo klárast bara æfingin og við komum inn í klefa og þá labbaði hann bara heim í takkaskónum á æfingartónum. Hann bara skildi ekki og nefndi ekki að fara að rífast inn og bara fannst þetta glórast eða ekki dæmt og labbaði heim. Ég og Baldur rifumst eiginlega á okkur einustæðing. Ef við vorum ekki saman liði, þá lentum við einhvern rifildum, ef við hvernig staða væri eða hvort að þetta veri marka eða hitt eða þetta aukaspilna eitthvað, en þú veist, þannig að það var ekkert einhvern veginn, það kom allt upp á yfirborðið. Ef eitthvað var pirraður eða eitthvað var erfið, það var hjólað í það og það var einhvern veginn feysað. Og þú finnur það líklega, við vorum að tala um orkuna eftir og mætir á þjóðatíð eftir þjóðatíðina sem aðalþjálfari, þá velti ég fyrir mér sko, þú finnur það líklega þarna, þú ert með þennan leikmannahóp, tímabilið að byrja, við erum að fara að slátra þessum móti. Já, sko, þetta alltaf stemmingin þegar þú byrjar. Já, bara, já. Þú ert, það einhvern veginn alltaf farið á stað með það leðilega að þú sitt að fara að búa til meistaralið og þú vilt að stemmingin hjá strákunum sé þannig að þeir bara, við erum að hóra að vinna þetta. En það gerist eiginlega svona fljótlega eftir að þú byrjar og þegar mægir að klárast og þú ert í öðru eða fyrstu öðru seti, mann í hvernig staðan var nákvæmlega þá, en þá einhvern veginn bara, þú veist, þetta okkar. Já. Og sem að er óbúslega góð tilfinning að vera komin í. Þú veist, þú bara ferðin í leikjur í jafnir, svipað á sér Víkingan í dag einhvern veginn. Þeir bara alveg fullkomlega sáttir í jafnum leikjum. Þeir vita bara að þeir fara að skora. Þetta náttúrulega einhver besta staða sem þú lendir í sem lið. Og þetta höfðum við, lendum undir, það skipti ekki máli. Við bara vissum að við höfðum kraft og gæði að fara áfram og vinna leiki. Sko, ég verð að spyrja, sorry, ein bónusspurning, sko, að því þú varst aðstofþjálfari Loga í Víkinni, áður en Arnar Gunnlaugs mætir og hann tekur heldur við af því sem aðstofþjálfari, ef maður þetta rétt. Já. Þú gast ekki sé fyrir þér að þetta er eitthvað stórveldi næstu árin? Víkingur? Eða hvað? Nei, alls ekki. Og þegar Arnar Gunnlaugsson er rosalega margt að þakka, en hann gerði ekkit einn heimkoma Kára og Sölva breytir fullt af hlutum hjá þeim, en Arnar er svona, hvað maður að segja, hann er svo svona kemur svo upp, hann er svona reisir þetta við og svo koma Kári og Sölvi og styðja rosalega mikið við baki og hann breytir hans til, hann er ekki alveg djarfur í útspilinu til dæmis og þétti vartanleikin, fattar það hversu miklu máli það skiptir, en nei, það sást ekki og það sást heldur ekkit á Arnari, bæði þegar hann, sko, ég náttúrulega hitt hann ekki þegar hann kemur og hjálpar Loga eftir, en það sást náttúrulega alls ekki á hann þegar hann kemur til mín 2016 að þetta er eftir að liggja fyrir honum að verða landsliðsþjálfari 9 ára setna og það ég held að Logi hafi svipað sög að segja sko. En svo bara ákveðin að þetta sé málið hans og því bara rósa og þá fer hann alveg á fullt í það að finna út úr hvernig þjálfaran er fer og hittir Óskar eins og hefur aðeins verið í umfyllu núna og fær að vita hvernig Óskar er að hugsa hlutinu og tekur vantilega fullt af því sem Óskar var að gera því Óskar var komin á undan okkur öllum þarna að búa til hugmyndafræðina sína þannig að þess vegna er þetta eiginlega ennþá flottara að hann hafi ekki verið bara alltaf einhvern veginn svona tjóðsynmón og á einhverju leið hann bara þurfti virkilega að hafa fyrir því að búa sér til sem þjálfari Sko, þú náttúrulega endar svo ferilin árið 2013 eins og við tölum aðeins áðan á titli og spila alltaf leiki eins og Bjarni gerir alltaf þetta frábært að enda þetta svona tölum áðan og þú varst ekki að fara að vera eitthvað rotation leikmaður sko Jimmy Carragher talaði með leave football before football leaves you Já. Þú varst þar Já, og er þar og ég bara trúi því mikið að menni að huga því hvernig það fara út Já. og það var alveg, það hjálpaði mér alveg þegar Rúni var ekki sérstaklega að hvetja mig að vera aftur 2014 en þá hjálpaði mér líka að hafa unni titilinn og enda þetta eins og þetta endaði og þannig að það var það gæti hafa þróast öðruvísi, ég hefði ekki verið meistari 2013 Já,
Var erfiðar að hætta bjóstu? Nei. Nei. Hvatvísin. Já, hvatvísin góða. Hvatvísin, beint í þjálfaran. En þá, já, á ég taka þetta? Nei. Þetta er náttúrulega eitthvað sem að Bjarni veit að fara að koma, sko. Já, þetta var alltaf að fara að koma. Ég held að veit alveg hvað þetta er. Já, sko, áður en við slúttum ferlinu, það verður að taka markið fræga. Já. Gegn Keflavík. Það kom bara... Hann misti bara hugun í gólfinu. Bjarni, það er hittaklefin. Varstu að reyna að skora? Nei. Lofaru. Já. Það, ég hef aldrei sagt neitt annað. Þú ert sparkvísasti vinur minn. Já. Já. Nei. Ég, og það, þeir sem náttúrulega voru inn á, þú veist, lausnin af það, þegar þetta gerist, að þá er náttúrulega lausnin bara, farið og skorið. Þú veist, bara Keflavík, farið bara og skorið mark. Þetta er bara, afgreiðum þetta bara hér og nú. Já. En það kom ekki til greina. Nei. Frá Gauja þá. Já. Það var bara, ertu eitthvað bilað? Talaðu fyrir því. Ég fór bara, leiðum bara að skora. Bara, ertu eitthvað rugglaður? Við erum að reyna að vinna þennan leik hérna. Og þannig að það var bara svoleiðis. Shit, maður. Þannig að þetta er kannski önnur handbragðsana. Hefði þetta farið í hináttina að þá hefði arfleif mín til íslensk fótbolta ekki verið fyrir fullt af eldri konum sem ég hitti í fermingu. Já, þú ert þess að sem skoraði marki. Þetta er ennþá að koma, sko. Er það ekki? Þetta breytir fótbolta sögunni. Þetta er svo frækt atvik. Þetta er bara... Þetta er ekki eina skipti sem þetta hefur gert, sko. Ekki? Nei, ég meina, skoraði ekki mikið markur í KR. Bífisir, þegar móði laði upp á hann. Jú, já, Boltinn er engast að kasta upp á móði fyrir að krossa og mikið skorar. Það er svoleiðis? Já, og svo þetta var náttúrulega gest líka annars, það er bara, þú veist, í Evrópu. Út í heimi, já. Þetta er skemmtilegt. Já. Sko, Dotti talaði að þú hefði verið að gera þetta líka fyrir leik og eitthvað. Væri svona aðeins að leika þér að setja hann svona aðeins fyrir ofan markið, sko? Já, ég er ekki að reyna að skora, en hann átti alltaf að fara út af. Ætlaði svona aðeins að æsa, svona? Það var ekki, minningin er ekki svoleiðis. En þannig að minningarnar eru meira bundan í það sem gerast á eftir. Og það er einhvern veginn verða miklu sterkari og það sem gerist og þú veist, lætin öll og þetta og svo það sem gerist eftirleikin að ennþá sterkara einhvern veginn og þetta varð alltaf stórt. Þetta þurfti aldrei að verða svona stórt. Mér finnst bottom line vera bara, þú fórst í þjálfarans og segi, láta það skora. Já. Ok, sorry, ég verð að spyrja alltaf bara, þú veist, hversu hrættu, þeir alltaf eru ekki að drepa ekki flingarnir. Já, sko, svo eru hugsanlega mistök að hafa hlaupið upp í klefa. Já, þú gerir það. Já, en það var, ég og Kitty, vinur minn, svona rættum það í sammenningu. Það var aukaspyrnan eitthvað, það var eitthvað stopp og þú veist, eitthvað 2-3 mínútur eftir og hann sem Bjarni, svona 2-3 mínútur eftir, ég er að fara að flauta. Viltu ekki hlaupa? Ég bara, viltu ekki hlaupa upp í klefa? Ég bara, jú, sennilega það bara fínt. Og hann bara, já, ég geði bara svona vink, þú veist, þeir eru 10 sekundur. Og svo þegar ég síðast hún út af, þá flauta ég. Og svo bara kom, og ég sný bara við og hleypa á stað og hann sér þegar ég kom út af, bara flautar hann. Og þá byrja mér að taka þessi því og þá bara kemur strollan eftir mér. Já. Þannig að spurningin er hvað gerst þegar ég bara staði, þú veist, út af vett. Ég er ekkert viss að það hafi verið mikið verra, sko. Nei. Voru þeir ekki að, þú fórst inn í klefa og þeir voru líklega mætti fyrir utan? Já, bara... Fórstu bara læstir? Já, það var strollan eftir mér, sko. Þannig að það var, og það þurfti, sko, hjálp út úr húsinu og eftir og svona. Ég hef aldrei svona lengi inn í klefa eftir einn leik. Bara sett handklæði á þig og svo bara ruslakaran og rúlaðu? Já, nei, það var bara beðið. Lögreglan bara beðið þannig að allir voru farnir. Og svo komuður inn og fylgdi mér út í bíl og svo það var enginn. Það var ekkert vesen, sko. En ég var í 30 tíma inn í klefa, sko. Sko, hvað varstu lengi að jafna á þessi? Ég er ennþá að jafna mig. Eins og heyrir. Sko, það var eitthvað kastljóstáttur út af þessu og eitthvað. Þetta var alveg dæmi, sko. Já, kastljósi var náttúrulega ekki gott hjá neinum. Nei. Pabbi var nú sennilega bestur í því, sko. Já. Af því að þá sýndi hann sérst svona alveg bara hvað hann er flinkur, sko, þegar hann kom í okkur helgi að þá bara fór hann beinti hann tilbaka og sýndi þetta aftur, viss hann gæti ekki sýndi þetta aftur og reyndi bara náttúrulega að svara í sók, sko. Þannig að en það var ekki gott og umfjöllunum var ekki, og svo var náttúrulega ekkert að frétta á Íslandi til í júlí, þingið var ekki í gangi, það var ekkert að gerast nóg til að peningum og þú veist, það bara fjölmiðlar höfðu ekki neitt annað að ræða. Ég held þetta hafi verið, sko,
Sorry, ég að segja það, það 3. júlí núna held ég. Ég held að það hafi verið 3. eða 4. júlí eða eitthvað. Já, þetta ammali. Já, þetta held ég ammali, sko. Já, það er svo líka að hafa fjölmiðlar gaman að því að rifja þetta upp. Já. Þetta kemur já, svona minnstakosti 2-3 ára fresti í umfjöldum, sko. Sko, er þetta YouTube-klippan það sem að dómarinn mæka? Nei, það er annað. Það er á Skanum líka, það ekki. Það er 92. Wow. Þú varst ekki að spila þá. Nei, ég var boltasækir. Varstu boltasækir á leiknum? Já. Þetta er rosa. En þá langar mig að spyrja þig, sem boltasækir, var þetta bara week in, week out? Eða var þetta... Já, var þetta bara venjulegur leikur? Nei, þetta var auka. Hann kveikti einhvern veginn í ellu, Bragi. Af því að hann var svo meðutur að væri með Mike. Þannig að þeir fóru bara, okkur er hann svona asnar, okkur er hann svona skrítið. Hvað er eiginlega að honum? Og fóru bara svara hann tilbaka og hjóli hann. Nei, þetta voru, en jú, þetta var kröftut lið. Já. Og það voru læti í Sigga Jóns þetta tíðanbil. Hann kom heim þarna og vantarlega reiður og svektur út í sjálfa sig og var svo ekki alveg nógu góður. Þannig að svona umhverfið hans fann alveg fyrir honum. En hann breytti heldur upp til 93 og spilaði það tíðanbil sem að ég held að hafa aldrei leikmaður spilaði vel og Siggi gerði 93. Nei. En þetta var ekstra hann í þessum leik. Já. Við verðum að hvetja hlustin til að horfa á þetta. Frábær klippa. Þetta má alveg gera aftur. Já, algjörlega. Þetta er mjög skemmtilegt. Já, þetta bara myndi lyfta upp umræðin aftur og þannig alls konar fólk að pæla í þessu. Sko, við verðum með þetta að taka þetta. Við tókum þetta á þetta líka. Power Rank. Bjarni Guðjóns, Þórður Guðjóns, Björn Bergmann og Jóhannes Karl. Já. Þetta er góð spurning líka. Sem við örugglega fengið áður. Já, og þá ég hef sér verið að reyna að svara henni eins. Já, ég held ég verið að gera það. Þannig ekki verið hóvarinn alveg svakalega sterk. Ég var bestur. Takk. Og en hafði ekki alltaf rétt hugafar til þess að fylgja eftir hæfileikunum. Dotti hins vegar hafði rétta hugafarið og þú talaður um áðan, ég svaraði þér ekki alveg kannski viljandi, en hugsaði alltaf rétt um sig og gerði rétta hluti og borðaði rétt og svaf rétt og gerði allt rétt. Já. Ég og Jói vorum ekki alveg, þarna mistum við aðeins lúkið á fyrirmyndin okkar. En þannig að ég hefði getað gert það betur. En ég held að hæfileikarslega sé að þá hafi ég verið bestur. Dotti hins vegar spilaði á hærra levelingu og Jói líka. Og Björn líka. Ég held svo að Björn sé á eftir mér í hæfileikum, svo Dotti og svo Jói. En að einhver leiti þá næri Jói lengst. Já. Og gerir óbúslega flotta hluti til dæmis á Englandi og Spáni og Dotti næri lengst í landsliðinu. Þannig að það er alls konar þversagnir í sig. Nú er ég að tala fullt og segja ekki neitt. Já, þetta er Bjarni beðnum eftir þetta. Nei, og Jói Karl var alltaf rosalega markmaður Villa, en Dotti Guðjóns er alltaf eini íslenski leikmaðurinn sem hefur skorað í Prem, La Liga og Bundesliga. Já. Það er mjög stóri. Það verður ekkert endurtekið sér á næstu árum, sko. Nei, maður sér það ekki alveg gerast. Nei, en ég held að bara punktur sé kannski sá að við erum einhvern veginn ólíkir leikmenn. En höfum svona sömu grunngildin en eins og ég segi þeir náðu lengra en ég í mínu ferli en hæfileikalega sé að það var spurningin. Ég ætla að leiða mér að bara gefa það að það var hæfileikalega að þá er ég fyrir að hafa. Lengja, settu spenn í leikin og tippa á lengjunni. Já, það er alltaf að finna eitthvað fyrir sinn snúð á lengjunni, sko. Já, blíkandir. Já, tennisin í Wimbledon, mér finnst gaman að bara gera eitthvað þar. Ég er ekkert mikið tenniskall, en ég vissi alltaf að ef maður væri eitthvað, manni væri að missjást í kristalskúlunni, ef manni væri eitthvað að skeika, þá væri þetta að renna til íslensk íþróttalífs. Já, og þú setti spennu í leikin. Gerðu það. En David Jones. Wow. Já, ég bara... Sour Cherry Cola. Sour Cherry Cola. Já. En sko, aftur, svolítið síðan ég hamra á þessu, en Strawberry Milkshake, licorice. Skalleina með maður. Já, hendi þessu í samlokuna. Taka 2 í 1. Sjúa, ekki tyggja. Sjúa, klára allt bræði. Og svo, þegar hún er meir. Kjamsa á þessu. Lost þetta. Frumeri. Það er 7. Tic-tac. Nú er bara seinasti sjens fyrir ykkur, góðu gestir. Já, svo reynda verið að segja rétt. Ég fór í háttegin í dag á Subway Hamaraborg og ég fæ mér alltaf ítalskan PMT, en ég var í gír. Það er breðing. Þú ert ruglaður? Já, ég var ruglaður. Ég hef alltaf sagt þú væri ruglaður. Og sé ekki eftir því. Svo var ég að pæla á ég að taka hann með í vinnuna eða á ég að borra hann í Hamaraborg. Það geði þetta að vera í Kópavogi að borra Subway, sko. En ég tók hann bara á staðnum og átti æðislega stund með sjálfum mér. Já, það er alltaf gott að koma við á Subway og... Það er líka glæsilegt, sko, að því að það er spurja
dömundar eða kallið sem að afgreiða þetta að bora á stánum eða taka með, ég segi, svo fallegu staður, ég ætla að vera hér. Já, Kópavogurinn, þú leitar ekki, þú ert ekki að segja vatni yfir lækin. Ný. En vara vikunum er kemi.is. Já, hvað erum við með? Það er Tentbox bar, það er LED-ljósið, góða. Ok, hvað er það? Þetta er LED-ljós sem að setur á Tentbox topptjaldið sem að ég talaði um í síðasta þætti. Það sem að þú þarft ekki að tjalda með skorturinn, hendur þessu bara upp í penthouse. Þú er basically komið penthouse tjald upp á bíliðin. Wow. Og vara vikunar á kemi.is er Tentbox bar LED-ljósið sem að er endurhlaðanlegt og handhægt. Þannig að það vorstu komið uppgreitt á penthouse basically, skilur. Já, wow. Ekki slæmt það. Sko, hvað munar miklu á okkur? Ég fór að pæla bara aftur í baksýnispeilin, hefðu getað búið til eitthvað Galacticos-lið bara, þið þrír og jafnvel, nei, Björn Bergmanns og ungur endar. Björn er hérna, já, ég spilaði reynda með Björn upp á Skaga, hann kemur 2007, eða sett upp í meistaraflokkin en það eru 6 ára milli mín og Dodda ár hjá hérna mér og Jóa, þannig að við svona eiginlega öllumst upp eins og týpurar og hérna svo er Björn fæddur 91. Já, ég verður nú að spyrja þess að við erum nú með bróðuna síðan í setti Jókalli, hann var aldrei að vera að taka við Skaganum eða eitthvað? Núna? Já. Ég hugsa Jói hefði alveg verið til að taka við Skaganum en þetta er svona eins og með allt annað í fótboltanum, maður ræður ekki alltaf sínu megin örlögum í þessu, það er alltaf einhver samningur og eitthvað sem er hérna undir á baki en ég held að það hefði verið frábært fitt fyrir báða að Jói fengi að fara på Skaga en Jói er á frábærnum stað, ég sagði þann og mér finnst það að vera frábærnum stað, það eru forréttindi að fá að þjálfa í útlöndum búi í Kaupmannahöfn og hafa það gott og hérna tala ekki ef nær árangur með liðis þetta næsta ári, þá getur allt í einu bara alls konar hluti gerst hjá honum, hann getur komist ennþá lengra sem þjálfari í Skandinavíu meðan að þó hann taki í og setti í að bjargaðan frá falli og myndi koma í erfiki fyrir næsta ári, þá er ég ekki vissum að það myndi kveikja mikinn áhuga erlendis frá. Nei. Því miður. Verð svara? Þá erum við bara kannski áður við förum í riddarspurningarnar. Já, sem er næst síðasta leikurinn. Já, eftirminnilegasti leikur með landsliðinu. Já, það, sko, nú ertu að tala um aðlandsliði. Já. Það má reyndar, eða það er einhver leikur með uliði sem að... Já, það er, sko, leikurinn sem að hefur sennilega skipt mig mestu máli í bara einstakur leikur sem hefur haft mest áhrif á lífið mitt er þessi leikur við Íraleik úti. Já. Sem ég skoraði þetta mark og við vinnum 1-0. Hvernig var þetta mark? Sorry. Það var bara skyndisókn og ég held að það er fyrir ekki og hvort ég bara skoraði með skalla eða eitthvað. Þetta var eitthvað svolítið, sko. Bara eldfljótu sendir. Já. Þannig að þarna var allt fullt af skátum og þarna vattu upp á sig bara alveg svakalega atburðarás fyrir mig. Þú veist að hérna Liverpool, Newcastle, Real Madrid, Vín og Lask og Rangers og Celtic og þú veist bara hrúðust inn að það lið. Bjarni hefur góður í Real. Já, það er flottið þar. Galactico. Já, ég er náttúrulega, ég spilaði fyrir þá. Fyrir Real? Ég fór til Real á reynslu. Já. 8 ári viku, fer út og það var eitthvað umbóðsmaður sem ég hef ekki hitt aftur eða ekki svo mendalega kært með það. Var það sami gæðin og var á framfundinum? Það voru líkir. Það var aðeins minni. Popovic held ég að minni með hann heiti að ég hafi heitið og hérna ég fer bara að flýga til Madridar þarna eins og eldir 17 ára, 18 ára og hitt hann á flugvöldunum og við förum og ég fer bara á æfingu og Capello á æfinguna og hérna æfing og svo bara aftur æfing og svo leikur. Og ég var ekki nógu vel að mér hérna bara hverju var að spila, það voru einhverju að spila þarna á aðalinu og eitthvað. Við spilum einhver lið, vinnum 5-0. Ég skora 3 og legg upp 1. Já, það grínast. Svo kem ég labbandi út og hann er svona bara umbúðsmaður svona hálfpartinn hristir hausinn, kem út og ég bara hvað á ensku og hann bara ég var vonast að skora 5. Ég bara, skora 5, þetta er annars getur skora 3 mörk, ég hef aldrei skorað 5 á ævinni. Já, það verið betra að skora 5. No shit, bara eitthvað og ég bara, já ok, ég er sammála, það verið betra en 3 assist, er það ekki fínt eitthvað? Ég veit það ekki og svo bara upp á hótelu ég með þessar, þú veist, bara úr því að vera bara halda ég að vera að spila með Rál í bara, hvað var ég að gera þarna og upp á hótel æfingmorgunin eftir Capello bóður okkur fund og hann kemur með mér inn og bara þú ert ekki rétt fitt fyrir okkur. Segir Capello? Já, ekki nógu góður. Nei. Og ég fór ekki einu svona æfingura. Þá fór við bara, þú þarft ekki að æfa meira. Og
það fór ég bara á hótelið og það endaði bara ágætlega. Ég ferðast eitthvað með honum hann Madrid og 2 kvöldin fóru í dinner heima og forseta Atletico Madrid. Ég kunne kastalaðna í aðri Madrid þar. Þannig að þetta voru ævintýri. Meira rugl. Já, og þetta vissi ég ekki. Nei, djúvill hefur verið reffilegur í Real treinum í alveg hvítu. 3-1, byrju, þetta meika bara engan sens. Nei, það var ekkert við þessu. En þetta hefði verið gaman að gerast í dag. Þá væri þetta allt til eitthvað vídeo og þetta væri svo mikið skemmtilega. En það var ekkert til þetta. Nei. En þetta var skemmtilegu tími. Já, þetta trúið því. Já, trúið því. Ég er ekki bara einstur þér. Nei, það er komið að riddarspurningun. Blandi almennar spurningar. Hvenær þarftu næst að fara með bílinn í skoðun hjá frumæra Bjarni? Já, ég er á milli bíla. Já. Þannig að ég er mikill bílamaður og bara þetta er eitthvað síki og það er hægt að hafa ódýrara hobby en að skipta bíla. Já. En ég er á milli bíla, þannig ég er bara, þetta er eiginlega pass hjá mér, sko. Hvaða bíl áttur þú síðast? Ég átti pick-up Ford 150. Já, þeir eru glæsilegir. Já, ég sé eftir hann. Hann er komin aftur og svo ég er sem að koma aftur. Drauma bíl þá, ætli ég að spyrja þig. Á mér bara. Já, amerískur Bouncy, stóri jeppi, amerísku jeppi. Já, út með smekka mínu skapið þannig. Einn drauma bílavarahlutur hjá Kemi. Já. Það mætti bara velja hvaða bílavarahlut sem er. Það er náttúrulega, sko, nú ertu að setja mig smá vandræði, sko, því ég er náttúrulega, þekki ekki alveg vörúrúli hjá þeim. En ef þeir eru Þeir eru með allt. Ef ég þá kaupi bíl sem er ekki með krók, þá verði ég að setja krók. Krókur, já. Þannig að ég er bara krókur, alltaf ef það fylgir ekki bíl. Orri Rapp, stjörnu fréttamaður þessa dagana. Hann segir þetta, Valur ræddi aldrei við Jóa Bjarna, það var fake news. Hefur þetta áhrif á sambandi í fjölskyldinu að heyra svon sem nefndan við Val? Fekk hann að borða það kvöld? Sko, nei, þetta hafði náttúrulega ekki áhrif að því við vissum að þetta var fake news. Er þetta nýja Fabrizio Romano hann? Já, þetta er eitthvað svoleiðis. Þetta er einhver að reyna að dusta upp einhverju riki og vonast til eitthvað festist á önglunum. Sko. Allan að það er einhvern veginn svoleiðis sem það lítur út. Gary Martin, why'd you sell Gary Martin to Vikingur Reykjavík and Atli to Blix? Kóngurinn, já, þetta er kóngurinn. Þetta er frábær spurning hjá hann og hann veit alveg sögur eins og ég. En hann spyr. Já, en það var sko, hann var náttúrulega ekki að fara til Víkings. Nei. Hann var að fara í annar lið, en ákvað að taka fundi með Víking á þessum tíma, en hún fannst ekki sérstaklega spes að fara til Víkings. En svo kemur hann tilbaka og hann bara, Bjarni, ég verð að fá að fara til Víkings. Ég alveg, af hverju, þú náttúrulega þarf heldur ekki að fara hérna. Nei, en ég verð að fá að fara í Víking. Þeir eru að borga mér svo rosalega vel. Já. Og þannig að hann raun og verið baðum það að fara til Víking, sko. Því hann baði mig, ok. Mjög gott. Og þetta sjá Atli to Blix. Atli hélt að það væri betra fyrir hann að fara og vera í Breiðablik. En síðan þá hefur allir lært það að þá hún hefur líðið hvergi betur enn í Vesturbænum. Nei, hún líður vel þar. Og hann vill hvergi annars það vera. Og það við gerum allir einhvern tímann einhver mistök og þetta voru eina af þessum mistökum að ég vildi alls ekki mistra Atla en Atli var hins vegar ekki alveg fastur í byrjunarliðinu á þessum tíma og hann vildi fara í Blix. Já. Þú heyrir það, Birkir, þetta er kunnlegt stef en kom í Vesturbæinn og það er erfitt að fara. Já, það er bara kópa hún ekki fyrir alla. En sko, ég verða að spyrja hana þegar Bjarni er þáttunum að vera 17 tíma, þetta búið að vera geðveikt. Ég lofa hann líka að það vera 90 mínútur sem ég stend við. Sko, Greta Sigfinnur var hjá okkur daginn. Já, daginn, 1-2 ár síðan. Og hann sagði bara, okkur fórstu að vera káar. Það er nú bara eina ástæða. Bjarni Guðjóns, okkur hattur að Greta Sigfinn? Ég er náttúrulega við erum miklu vinnir, ég og Gretar og áttur náttúrulega bara í love-hate ástarsambandi þegar við spilum saman eins og ég og Baldur en það er eitt af því sem gerði okkur að því liði sem vorum á þeim tíma en sko, það bara staðan er hins vegar svo að þegar þú ert með lið sem á að vera meistari og eiginlega bara hvar sem er það kemur alltaf að því hjá okkur öllum að við erum ekki nógu góðir. Já. Og við þurfum að færa okkur eða hætta eða það kemur eitthvað yngra ljón og étur þig. Já. Það gerist í Afríku. Í fótboltaheiminu gerist það ekki. Þau éta okkur ekki, þau þora ekki í okkur og þá erum við fyrir. Já. Og þá þarf stundum að ýta þeim til hliðar.
og það ábyrgð þjálfarans í hvert skipti að gera það og það hefur ekkert með persónu að gera eins líka, heldur það sem þú heldur að sé réttast fyrir liði sem út með í höndum og það var bara eina af ákvörðun og svo, þú veist, sýnir sagan það kannski var þetta bara röng ákvörðun en Gretar var allt gott skilið og var frábær liðsfélagi og stóð sér frábærlega eftir að ég kem og þjálfa en svo var bara komið að þessum tímapunkti og það var mitt mat á þenn tíma og sennilega var það rangt í mér. Já, veit það ekki, ég held að það var rétt Nei, en sko þá kom að því sko að ég spurði áðan hvort það verið röng ákvörðun að taka KR og aftur það ekki hægt að meta hvort það verið rétt eða ekki grillað að vera mættur, búin að vera í klefa með þessu leikmannum allan tíma og svo byrjaður að stjórna eins og til dæmis bara með Greta Sigfinn sko. Já, ég var rosalega stressaður fyrir fyrsta liðsfundi minn mjög stressaður en svo eftir þann fund sem að ég held ég hafa klórað mig í gegnum að þá fór ég og las mig til og kynnti mig til það hvernig þú getur notað líkamanni að breyta hugarna þínum og bara fyrirlestur sem að nú bara mjög þægilegur og skemmtilegur að horfa fake it till you make it á TED Talk þannig að þú breytir bara líkanstöðunni og þá einhvern veginn þvingar þú hugaðin í að hætta að vera stressaðan og ágjöra sjálfum þér yfir það að power poses breyta, þú veist, þú getur líkaminn getur munið þetta myndir besta myndin Arsene Wenger þegar hann sat á bekknum með hendunar í skauti sér og krosslaða fætur þá var hann bara að segja, ég hef enga stjórn á atburðum sem gerast út velum, ég veit ekkert hvað ég gera og þannig bara hugurinn að segja hann þetta og líka með sýnir öllum það þetta kannski erfitt í podcast að vera að segja þetta við erum mynd líka en svo getur þú sett sko hendurnar á hnakkan og fæturnar upp á borðið og verið í power pose eða staðið með hendurnar svona eins og Superman pose staðið bara svona, þá bara líkaminn þá segir líkaminn við hugan á þér herðu, djöfull þetta er flottur ég þarf engar ágjur að hafa hérna sko og þetta hjálpaði mér rosalega fyrstu vikurnar í þjálfarastarfinu hjá KR því ég var ekki stressaður fram Þetta geðveikt. Stjórnur 101, þetta gott. Já. Ég þarf að kíkja þetta. Þetta ennið mólinn frá Bjarnarús, hann fullur af mólinn. Já. Viskubrunnur. Já. Við erum að klára rittarspurningarnar og færa okkur í lokaliðin. Við erum auðvitað búin að afgreiða nokkrar. Varst að reyna að skora, spyrja eins í Björn og eftir KR einhver dag, spyrja Jan Martin, afsakið strákar. Ég tók fram fyrir hendurnar á okkur. Og takk rittara fyrir að senda spurningar. Við elskum það. Kærlega. Þorvaldur hjá David Jones sem aðra fór Bjarni í KR að því að leið svo vel fyrir norðan í svört og hvítu. Fyrir norðan? Já, í Newcastle. Hann er að meina það. Hann er að meina í Newcastle. Norður Englandi. Já, mér leið vel þar. En nei, það var nú kannski ekki ástæðan. En já, nei. Svarið nei. Lukas Leo, eina á alvöru nótunum. Hvort myndir frekar hætta í þjálfun alfarið eða svonuðin færi val? Ég er hættur í þjálfur. Hákon Breki spyr, ringdi upp í nefið á doktornum þegar hann mundaði markið á æfingum í Stók? Þegar hann... Ég veit, þetta er skrítið orðal mundaði markið, þegar hann væntanlega stóð milli stákana? Nei, hann náttúrulega gat ekkert í marki, þannig að það getur ekki verið. Hann gat ekkert? Nei, þarna fengu sambundin inn í stjórn félagsins aðstóð. Þannig að það var ekki, en hann var samt alveg, hann sem er að sagði við myndaði, þú mundir ekki eftir mér, ég var þarna. En sem er reyndar ekki alveg rétt. Nei, jú, Hjörvar var alveg framballu markmaður, en hann var eitthvað í það að komast í liði í Stók. Já. Ísak Bergmann, hvernig þetta er þú sem markmannsþjálfari hjá Norrköping 2021? Já, það er sennilega eitt skemmt og það er, ég hugsa ég fengist aftur á borðinu í það að vera markmannsþjálfari. Það áttu bara endast að skjóta okkur og reyna að skora. Já. Ógeðslega gaman. Ég var bara alltaf með boltan, þarf ekki að hlaupa að gera, bara herðu, ég ætla að skjóta þig. Bara beint í skemmtunina. Já. Og svo náttúrulega fekk ég að kynnast þar einu fremsta markmannsþjálfari í heiminum sem fór svo frá Norrköping til að þjálfa Buffon í Parma. Já. Fór hann ekki til Parma, Buffon. Og hann sem tók mig í markmannsþjálfari kennslu og sýndi mér fekk svona grunn frá honum sem ég svo fylgdi áfram og tek svona við á síðustu vikunar, hann markmannsþjálfari og að ferðast með liðinu sem markmannsþjálfari sem var það var mjög gaman. Það er alltaf ótrúlegt. Já, ég verður að spyrja einu sem ég glemtum að spyrja þegar hún tala Svíþjóðan, þessi leikmenn núna sem var með U19 liðin Norrköping, einhver á góðum stað þetta? Já,
og einn alveg bara sérstaklega það Nefati sem kom að lán til KR og var ekki nú góður að spila í KR sem að mér fannst alltaf pínu skrítið en það var nú fullt af mönnum sem voru alltaf að tala um það að ég var að velja lið þarna þegar fangelsisstjóri en þá hefði ég haft hann í liðinu til dæmis en hann fekk ekki það tækifæri sem að ég held og hann fer aftur til Norrköping og er búin að spila alla leiki þar síðan og þeir eru núna að semja það að selja hann til Tyrklands fyrir fullt af peningum. Ok, rætarinn svá honum? Já. Áhugavert? Fast gróðu fótbolti í íslensku deildinni, Nefati. Já, hann fekk hann ekki, ég held að hann fengi rauðspjald í einu leik eitthvað og þetta var bara eitthvað þungt, það var, já. Látum okkur sjá hvernig var að vera besti maðurinn í Pepsi-deildinni á einni löpp og að drepast í bakinu, spyr Theodor Ísak Bergmann. Já, ég hafði rosalega gaman að ég bætti mig og þetta er eitthvað sem að kannski og þannig maður bara gamall eða eins og mér fannst ég vera þá 34 ára að þannig bætti ég mig svona 150% með vinstri. Ég var fann að taka hotnin með vinstri. Þegar ég var búinn, ég átti svona 3 spörk og þá var bara, ég kom með verk í læri þannig ég gat ekki meira nota hægri og þá hefði þurft að taka hot, þá tók ég það bara með vinstri en það var bara því að þá fekk maður tækifæri að æfa sig en hugsaður að maður gert þetta bara fyrr þá hefði verið jafnfættur þannig að þetta er ekkert mál sko En þú veist, pældi í að menn voru ekkert ef að finna nýjan spytumann í hotni Nei Ef fjalli getur ekki tekið á hægra þá setur maður bara vinstri Það er ótrúlegt Arnaldur, hversu þreytt var að tapa gegn Selfossi í bikarnum 2016? Ég er þeim hæfileikum getur að flesta þessu klúri sem að ég hef lent í, ég gleymi þessu en það þeir fóru var þetta ekki á Selfossi? Jú, örgulega. Já, ég man ekki, en jú, það sjálfsögðu var það ekki glæsilegt og hjálpaði mér náttúrulega ekki þegar að halda starfinu mínu, sko. Þannig en ég man ekki til leiknum sérstaklega. Nei, Tóma Krúsinni talar oft mætir ekki hinga og segir ykkur 3 púnta, sko. Nei, hann hefur svolítið talað fyrir því. Seinna spurning fyrir kalda stríðið, varstu ánægður með ráðningun á Lárusi Orra á Skagann? Já, ég held hins vegar að við séum oftar en ekki og fljót í það að fara að reka fólk. Endur á það ekki. Og bara eins og málinn þróist í Vesturbænum sín tíma að varandi Rúnar að þá held ég að það hefði allir skilið það ef að Rúnar hefði ekki verið endurráðinn og Óskar ráðinn í staðinn en eins og það þróaðist að þá held ég að hefði verið farsalara fyrir KR að Rúnar hefði tekið annað ár og klárað eða fengið annað tækifæri og ég er ekki að segja það að Jón Þór eigi það eitthvað skilið en eina sem ég kannski að koma er að ég vona að menn hafi rætt við Jón Þór og honum gefið færa því að gera betur eða aðlaða sig eða útskýra hvernig hann ætlar að koma liðin úr vandræðunum og ef hann hefur fengið það þá er ég sáttu það. Ég er sannfærður það að Lárus Orri getur orðið mjög góður þjálfari, hann hefur rosalegt presens og það er eitt af það sem við verðum að hafa sem þjálfari. Þú lappar inn í klefan þá verður eiginlega að koma þögn þó að þú segir ekki neitt. Já. Og ég held að hann hafi það. Já. Ég held að hann hafi virðingu og presens þegar hann mætir og svo þarf bara að koma í ljós hversu, þú veist, langt hann er í hugmyndafræðinu sín og þjálfurinn, hann er ekki þjálfað lengi. Nei. En ég er nokkuð vissum að hann kemur skipulega hlutina og skikk og enda kom það í ljós strax í fyrsta leik. En hann sagði það sjálfur. Einn leikur. Það er eðlilegt. Já. Þú veist, nýju þjálfarar, þeir gera jafntefli að vinna, þeir tapa eiginlega ekki, sko. Nei, það er endar ótrúlegt og það er engin tilviljun, sko. Þannig að það er eitthvað svoleið sem kemur fyrst, en nú er vinnan að spyrja, sko. Já, sko, mér langar að gefa Rúnar Kristins bara, þú veist, að þú tala um þetta, mér fannst reyndar, og þið náttúrulega þekkja þetta miklu betur en ég búið í Vesturbænum og eru þar, mér fannst það kannski bara dóldi eins og þegar Óskar hætti Breiðablik, það var kannski bara komið svona, einhver svona leiðarlók, einhvern veginn svona eins og var komið smá, kannski er bara rugl í mér, sko, en að ráða Lárus Orra, til dæmis, þá veldur maður fyrir sér, sko, talandi vegferð, þú veist, en auðvitað náttúrulega, kannski bara viltu halda sætiðin í deildinni, það hlýtur að vera eitthvað lágmark, en þú fær ekki vegferð og að ráða þjálfara sem er ekki búin að þjálfa í 7 ár, eða hvað? Nei, það er eina sem er kannski, en hann náttúrulega ráðum bara út tímabilið og fengið í það að bjarga liðinu væntanlega. Þannig að það skiptir bara rosalega miklu máli. Ég held að það sé eitt af því sem að kannski skafa mig klikkuð á í aðdraganda þessa tímabils að því að þeir eiga alltaf mjög góð undirbúningstímabil. Akranesi er rosalega, er gott á vinna
þeir eru góðir í höllinni, þeir vinna leikina þar þannig að þeir koma oftast aldrei sterkir inn í mótin en svo bara þegar það skiptir máli hvort þú tapar eða farðaði mark eða ekki mark og allt það fram til gödun og þú sefur eiginlega ekki nóttina sem þú tapar meðan þú tapar á vetna það bara skiptir, það hefur engin áhrif það er öllum drullu saman þannig að og þeir sem koma sterkir úr vetrinum farin í mótið eftir gott tímabili fyrra með aðeins laskarlið hún að missa Hinrik og þú veist, lið ekki alveg eftir þannig á annað tímabilið, sögulega aftur bara eitthvað sem að sýnir okkur alltaf er erfiðara fyrir lið sem komast upp og þarna lenda því þeir fara inn í annað tímabilið og þeir lenda bara vekk þeir lenda í brasi þannig að ég held kannski að hafa ekki alveg vorið fulla virðingu fyrir því Nei, og svo Jón Þór mögulega bara fórnalam eigin velgengni af því að það gekk allt og vel í fyrra eða skilur við? Já, bara hársbreytt frá því að bara dómaraskandal frá því þannig að þetta er bara pínlítið svoleiðis Já, þú ert örugglega mjög hissa hvað Rúnar Kristjáns standa vel með fram Nei, ég það ekki hann er náttúrulega bara frábær þjálfari hann er frábær hvað segir maður, peoples maður og mann þjálfari þú veist, fólki líður vel sem spilar fyrir hann þeir sem fá að spila fyrir hann, þeir vilja helst hvergi annars að spila sjá hann bara Vúk, hann kemur þarna og fer í fangið á Rúnar og hann er bara, þú veist hann þurfti líka knús en maður hefur bara ekki kynst betri nærveru heldur en hjá Rúnari þú veist, þetta er bara mest næs gæði sem ég kynst sko. Og svo þegar hann fer að æsa sig aðeins og þurfa að segja aðeins frá hlutunum og þá hlusta allir líka hann þarf ekki endilega að vera öskrandi þannig að nei, það kemur alls ekki hort Það er að loka liðum Já, sko, við erum komin að loka liðum Það er framlenging Þakka að kæla fyrir að hafa Tórsson lengi með okkur í kvöld fyrir þá sem er líka að hlusta þá Takk fyrir kæla, elskum ykkur En það sem eru þetta ósagða Jú, getur alveg sagt þetta er leyndarmál okkar Þetta er litla leyndarmál okkar að því lengur sem þátturinn er þá er oftast því meira í hans spunnið sko. Já, þetta er komið gott í kvöld og vera svo óheyrilega skemmtilegt það er komið að loka leirum Við erum ekki að halda gestum en það því að okkur finnst svo skemmtilegt við erum að því að þetta er svo gaman sko. Já, það er nú bara nákvæmlega þannig Fyrsta spurning, ertu komin í stellingar, Bjarni? Stellingar? Þetta er kaldastrið, hraðaspurningar Já, ég er langbæstur þegar ég fæ ekki að hugsa Hann er kvatvís Kleifum kvatvís við bara stað Kaldi ógerjaður eða gerjaður? Ógerjaður Besti leikmaður sem þú spilaði með? Já, þetta ákoma rætt Fyrst upp í hugan Já, Siggi Jóns En ég spilaði með Smára líka Siggi Jóns En Siggi Jóns var bara óspilanlegur Eiður Smára var það líka En Siggi fær aldrei kredi sem hann átti skilið Leðilegastur á velli? Já, það er líka Samiri sem ég var með Alexander Högnarsson svakalegur Tuðar eða? Já, en frábær þegar leikurinn var búinn og fyrir leikinn og allt í kring og er ennþá frábær en hann bara vissi hvað hann var að gera þegar hann fór á völlinn og hann var bara að æsa og betra að vera með hann í liðið en að móta hann Já, þú vildir ekki spila á móta hann sko. Skemmtilegastur í klefa? Já Þetta er ég ætla bara ég ætla að henda þessu á Viktor Björka Já Þetta, hann sé skemmtilegur. Mestu vonbrigðin á ferlinum? Mestu vonbrigðin, já. Þetta er... Við komum að sinna á það, sko. Það er eitthvað sem gerist hjá mig þegar okkur gengur illa. Ég ætla að segja þá, og það kom bara núna. Ég er búin að gleyma það samt. Og gleymi því alltaf. Og svo að gleyma því þeir eru búin að svara það núna. Þeir eru töfnum fyrir FH í byggjarúrslitum og það bara flingd okkur. 4-1 eða 5, ég man ekki hvað það var. Það var hræðilegir. Hinn eru eitthvað búin að gleyma og ég er búin að gleyma þessu núna. Hvað sagði það eftir? Sætasti sigur á ferlinum? Sér leikmaður eða þjálfari? Mér er svart að leifa þeim að túlka það er náttúrulega ekki sérstaklega margir en þeir eru hættur að þjálfa en titlarnir eru náttúrulega rosalega stórir og ég held að sætast hafi verið þegar við komum okkur upp deild í Stók en það var líka frábært að vinna deildin í Belgíu það var svakar þessi tveir Þjálfaði að spila? Þjálfa Newcastle eða Genk? Skaginn eða Vesturbæn? Jói Kalli eða Doddi Guðjóns? Jói Kalli Vísa Ég er búin að hrósa Dodda svo rosalega mikið Allt var 10 En við Jói erum rosalega miklu vinnir Ég ætla að leifa að njóta af aðeins að þú hefur ekki heyrt þessa spurningu á hann
Vís eða KR? Það er Vís eða KR? Sem vísa káir. Já, Vís. Að vís, sjálfsög. Eitt ráð til ungra kraftspyrnumanna. Þetta er jafnframt síðasta spurningin. Já. Takk fyrir kvöldi. Já, við erum búin að koma þess inn á það og ég held ég bara þurfa að fá að endurtaka það Gjörðu svo vel. að líta inn á við að hugsaðu það hvað þið geti gert í staðan fyrir að leita afsakan alls staðar annars staðar hjá sjálfum ykkur af því að svörin eru hjá okkur sjálfum ekki þjálfarum eða dómarum eða vellin eða skónum. Við erum að enda þetta upphæðinu, þetta er fallegt. Já, Bjarni Guðjónsson, takk fyrir frábært kvöld og takk fyrir komuna. Takk fyrir þess.